Helviti góð spurninga vinur minnum í Mötley Crüe. Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 7. ágúst og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. I'm so proud of it, I put my name on it, sagði George Foreman einhvern tímann. Við gerðum nákvæmlega sama með útastáttin FM 95 Blöð. Við erum með fullan bát eins og, ekki alltaf fullu bátu þessa dagana. Það orðið helviti langt sinna, var ekki, Sveppi komið einhvern veginn daginn á skeiti Egill á sig, ég man ekki hvað það var fyrirliðin, hann fór eitthvað erlendis. Hvað skeiti þá? Hvað varst aftur að gera þegar Sveppi kom? Ég var erlendi síðast 2019, það er ólíkandi að vera erlendi sko. Já, ferðalög þú veist það. Ég var AK. Þú varst ekki erlendis. Activist. Ég fór aðeins á AK, ég tímasetti það ekki vel, því að það búið að vera Tenerife veður og AK núna í 3 mánuði. Ég valdi akkurat eina viku sem var veðrið cloudy. Það var cloudy. Það var allir lægi veður, en það var ekki, Tenerife veður sko, því miður. Nei, fyrirliðin byrjar að spjalla hérna, hann greinilega nýkliftur, rakaður og hefur sjaldan litið vel út. Egill Einarsson, fyrirlið þáttarins, hvað ertu? Thank you Blondell, ég heldur góður, veist okkur ég nýkliftur? Og það ég ákvað að róta eitt góm á Twitter áðan. Hvað fá eitt og reyndir náður heldur á hann? Hvað flokkar sem góm? Þú ert alltaf að tala um lagargómur. Það vinnur á lagar. Hvernig veistu það? Ég vann á lagarblöð í 10 ár. Og allt fólk sem vinn á lagar, eru það gómar? Lagargómar, já. Ég var lagargómur. Þú varst lagargómur líka. En þessna ég pínu pirraður þessu, því að sem lagarstarfsmaður, fyrrum lagarstarfsmaður, þá myndi ég vilja... Þetta er ekki neikvættur lagargómur, þetta er ekki negativ. Fyrst ég jákvæmt að kalla eitthvað góm. Þetta er lagargómur, þetta er bara svo þetta er ekki neikvætt. Ég var lagargómur í 10 ári IKEA. Erum við útvarsgómar? Technically, já, þá erum við það. Ég er verktakatrúður sko, þið eru launþegar. Þannig að gómur bara í rauninni öll störf. Það er ekki neikvætt að vera gómur. Nei, ég held að það er neikvætt. Ekki öll störf. Seðlabankastjóri er ekki seðlabankastjóra gómur sko, hann er seðlabankastjóri sko. Hann er ekki seðlabankagómur. Nei, þú veist, en það þeir sem að vinna kannski undir honum. Ég veist, málið þessi meistari sem var niðurlagið með á Twitter í vikunni, sem ég var að pakka saman í dag. Hvernig niðurlagið hann þið? Manstu það að þú tókst upp síman þegar við vorum á te og kaffi á þriðjudaginn, taka upp blöðkastið, The Pud. Já. Við sátum niðri klukkan svona 08:30. Má ég klára að tala Blondell? Við sátum niðri og ég náði mér að cup of coffee og alveg blöður hann og veist aldrei hvernig hann tekur upp síman. Það það sem rosalega blöð. Þannig að ég hann bara skeggjaður, greiddur mér fyrir síðastu svona 70 klukkutímum, blöð rífur upp síman. Það er svona, Gilsari, hvað séu þið? Gæti í feskir? Ég sagði ekki poddið að droppa, ég ætti að plugga podcastinu. Sér kemur ykkur Twitter-grínari, ykkur Carrie Payne, sem ég veit með það að segja en asshole. Hörru, hann screenshotar myndina og segir, Robby Kattlítur er mjög löngu sumafrí. Úffi var svolítið KO-ið hjá hann sko. Þannig ég beið með að svara, sat á þessu smekklega róttöki frá skera, fótið Robby Kattlítur í morgun, fætt mér amazing haircut, svaraði hann á hann og rótaði hann. Ég veit ekki Carrie Payne rétt, þá var hann í game over. Ég sá þetta tíst og það var ekkert róttök í þessu hjá þér. Þú beist í hvað er það að tala? Ég seti hashtag KO og það er róttöki. Nei, veist að það lítið illa út við, en þetta er á engri siglingu hjá þér, þetta tíst. En veist að okkur... Engri siglingu, það eru frábæri siglingu sko. Nei, ég myndi ekki flokka þetta sem góða siglingu. 175 like, ég myndi segja að það væri frábært. Ok, það er enda góð sigling, en það er ekkert verra. Þú ert í rifrildi, ert að rífast við eitthvað. Þú svarar honum 3 dögum setna. Já, máli, ég sat og svaraði. Hvernig getur kallað það sem KO? Og ég veit að sitja á KO-inu. Ok, hefur aldrei lendið því þú ert að rífast við eitthvað? Ég geti sagt það, nei, auðvitað tók þess að mynd bara og klukka var 8:30 og hvernig þú 8:30 þriðjudögum? Ég verði að fá að spyrja ykkur. KO var nýkliftur Gilsari, KO. Hefur rífist við eitthvað? Hugsa með þér, ég hefði átt að segja þetta. Svaraði því núna. Já, margóft. Já. Það er basically það sem þú varst að gera. Þú beðist með svarið til 3 daga. En þú, sko, mistökis fólk gerir að svara í reiði. Það sem þú átt að gera. Varstu reiður þegar að skrifa þetta? Já, reiður, mjög reiður. Sko, málið, þú átt að fá það síkó. En svo þannig, ef ég svara á það strax, þá ég svara reiður, ég skrifa eitthvað kjánalegt. Fekk með síkó, hallam á þurrstólnum, slakaði á og hugsaði, hörru, fekstu síkó, reykir ekki. Sko, strákar, ég ætla að kynna henni, sorry, Steindi, ég var aftur lengi að kynna henni. Ég veit ekki alveg hvort það hafi verið, þegar ég var að lesa einhverja grein á Vísindum að Sigmundur Davíð situr út í náttúruna, ég eitthvað hrátt kjöt. Já, rosa steikt. Hvernig vaspið FNÍ Steindór og Steindórsson? Sko, málið að ég man ekki eftir að hafa lent í þessu áður, ég veit ekki
ekkert hvað þeir að tala um. Nei, en hvað ertu? Ég ætla góður að fróti fyrir. Já, gott að Ég skil ekki hvað þeir að tala um. Einhver Siggi til bæ var að drullu við skeggjan. Nei, lagarmaður, kannski kjarri. Þú mistir ekki að neina. Ég datt út, ég veit ekki hana. Veistu við það, þú ert heppin. Sko, Steindi, ég ætla bara að útskjöta fyrir bara. Ég var ekki að útskjöta einsendingu. Ég pakkaði lagar og kom saman, þá sé ég ekki. Það er game over. Hann er undir sæng núna. Ok, finnst þér hann er 73 mál undir sæng. Það er game over. Ég veistu hvað, ég datt bara út. Ég skildi ekki alveg. Þá ætla ég samt að spyrja þig saman. Ég spyrja þig, hefur verið að rífast við eitthvað og fatta comebackið þitt aðeins og seint? Þú ert kannski komin heim, þú ert í bílnum, þú ert að rífast við eitthvað og bara fokkið þetta hendi þetta. Það síðasta sem ég myndi gera væri allavega að ringja og segja, herðu, og segja það. Já, og herðu, en þetta, veistu hvað Egill gerði? Hún var að pakka saman á þriðjudegi, hann svaraði á föstudegi. En pældi þolinmæði Pældi þolinmæði á KO-i. Og það var henni venjulegu gómur að svara strax. Nei, ég var nývagnar. En hann beigði bara, fekk mig sík og slakaði þess á. Jésús almáttur. Já, þetta var ekki. Og kjarri þetta í miður, hann er game over. Ég elskar hann á lífinu, þú veist það frábært sko. Hann er game over í dag. Þú ert fyllandi góður og fróðandi fýtsaður Steindi. En ég er samt með slúður fyrir hlustendur því að Steindi hann montaði þessi mikið á því þegar hann fór í Janssen sprautun á sínum tíma. Hann hefði verið svo nýr að meðan allir eruðu veikir. Ég var eins og nýr. Þú varst eins og nýr? Já, betri, ég vann fram eftir, fekk mér rauðvinsglas. Ég var endurnærður. Eins og það fengi bara adrenalinsprautu. Það er bara þannig. En þú þurftur að fara í aðra sprautu. Ég fór í Moderna. Og hún náði þér eða ekki? Sko, ég ætla ekki að segja hún hafi náð mér. En okkur sagður það við okkur áðan. Já, sko, þú veist, ok, það var ekkert að mér. Hvað ykkurverkarni fekstu? Já, sko, hristist allur og kallt og hristist allur. Nei, ég fekk kulda og ég var með beinverki og eitthvað svona. Ég var alveg góður. Þú sagður þú var hrist allur. Eða varst að tala um að bara hrist? Varst að hrista þig? Segðu það bara. Vertu hreinskilin. Okkur var ég að hugsa sama. Ég var með ykkur í gær og þú veist, ég var góður. En ég lendi í þessu einu svona áður. Ég átti svona, þú veist, ég átti erfiða nótt. Og ég lendi, sko, það er erfitt að útskýra þetta. En þú veist, ég var einhvern veginn allur, þú veist, mér var kallt. Það var svona eins og það væri búið að kýla mig út um allt, sko. Og ég sopnaði á hendinni. Hafið ég lendið í? Já, þegar hún verið máttlaus. Já, allir lendið í því. Og ég sopnaði. Ég þurfti að taka hendina með hinni hendin og færa hana niður. Ég sopnaði, sko, ég var í fötunum upp í sófa. Sopnaði alltaf í fötunum? Já, ég var nýbúið með rauðun. Þú varst að ræða þetta í podcastinu? Já, ég fekk mér. Þú sopnaði eftir rauðun og klaka í gerð í fötunum. Ég var að horfa á okkur í gerð, mér varstu góður. Ég er orðið fan. Já, ég veit það, þú ert að fella á gamer. Ég var ekki ánægð með landaköss, en það resi með hljóð. Ef flóki að stilla hljóði rétt til landakössi, alltaf þegar kameran var á honum. Eina sem ég heyrði var, þetta geggjur tónlist, sko. En þetta er náttúrulega bara flóknast að streyma allan tíma. Það eru 4 menn út allan bæ, einhvern veginn. En Pítu er flottur líka. Já, djöðlega, þú veist nöfnin á öllum. Ég kom heim og ég var svona, ég fann bara, ég var komið með einhvern hitta, sko. Og var svona allur að einhvern veginn að slappast upp. Ég fekk mér 1 Fernet og svona. Fernet branka? Já, og engin feskot og svona. Og fyrir sófan, alltaf bara horfa í þátt eða eitthvað, sofna. Eftir rauðun og klaka? Já. Klukkan hvað er það? Þetta hefur verið svona miðnætti. Og þú fer ekki bara að sofa? Ég var bara. Hvað horfur að þátt á miðnætti? Hvað varst í gigvími eftir að spila tölvuleiki með? Ég var svona 3 tíma þá, sko. Ég þól ekki svefn, Riðil. Allavega, ég set hendur, ég sopna svona. Ég lendi í þessu einu svona áður. Þetta er steikt. Ég veit ekki þessu, hún bara dettur alveg út. Ég veit að hún dettur út. Ég lendi alltaf í því að hendin dett út. En ég var einu sem lendi í þessu áður sem ég er að fara að segja frá núna. Ég sopnaði svona. Og nú veit ég að áhörundur sjá okkur ekki. Hlustendur fyrir ekki. Þannig að ímyndaði bara, þú veist, þú sefur á hendinni. Þannig að hausina verið svona. Og hendina, þú sérðar að þú horfður til vinstri, þá sérðu í hendina þér. Veist hvað við? Og ég vakna og ég finn ekki fyrir henni. Og ég er í smá móki, ég er með hitta. Og ég fór í Fernet og smá verkjatöflur og svona. Varstu drukkin? Nei, alls ekki. Og ég er alveg máttlaus í hendinni. Ég vakna, ég er sem ekki hálsi og ég er allur að fokast upp, sko. En ertu í sófanum eða rúminu? Sófanum. Yes. Og sefur bara í sófanum? Nei, já, ég sopna, krassaði í sófanum. Og ég vakna og ég er allar að drefa og ég lít svona til hliðar og ég sé puttan á mér. En ég finn ekki fyrir hendina og mér finnst á þessu momenti þá líður mér eins og einhver sé á baku mig að fara að taka hana hálstakki og ég öskra bara upp bara þú veist svona og Sigrún kemur fram og eitthvað og ég, þú veist, og næja að henda mér og ég fatta að er enginn og ég er með hendina svona dauða hún hangir svona og það var það sem gerist fyrir mig, sko. Mér vaknaði og ég fann bara
ég fundi þetta einu svona áður, ég lendi þessu áður einu svona áður, ég fann bara instant hræðsluna mér leiði eins og ég var að vakna meðanótt og einhver væri að fara að kirkja. Þú veist náttúrulega paranoiðasti maður sem ég þekki en þannig að það er ljóta hræða hlustendur en þeir hlustendur sem voru með Janssen og Jager í blóðinu Janssen er bara kittstöð með við Moderna. Þannig að Moderna fokkaður upp. Já, það sko En hvað var að þér? Það var ekkert að þér? Það var ekkert að þér. Slappur eitthvað? Nei, já, bara smá þreyttur, lagði þig? Teknikli er ekkert að mér en ég hugsa bara ok Rassamaldurði, hvað var hitinn? Meðan maður Ég reyndar tók ég mæli eirna og ég var reyndar alveg með smá hitta en það sem ég var að segja meðan maður þú getur skotið bara meðal maður út í bæ hann er að fara að fokast upp á svo sprautu ef þú ert með Janssen fyrir. En vitið ekki að það er til svona hittabissa þú skýtur bara önnið þér virkar ekki. Hvað farið það? Akkur heldur Ásgeir Kolbins notið þumaln á sér. Það virkar ekki. Já, hann er náttúrulega bara í nýri vitt þarna. Ég fekk 2 Moderna og ég var svo nýr sko. Það varst ekkert eins og nýr. Ég tók mig ekki frí í vinnu. Þú veist 2 Moderna. Nefnir þá að sprauta þetta Janssen í þig. Janssen og Moderna cocktail. Sem cocktail, það er ekki gott. Það er ekki góð cocktail. En af hverju fékkstu Moderna? Það er allir sumafrí í sér, aumingar sem hefur sprautar í sumafrí. Með hvað? Já, heyrðu. Hvernig ára að græja sprauti? Steindið hringt eitthvað símtöl. Það er allir sumafrí, hvernig fórst þú í Moderna sprauti í gær? Nei, fyrradag. Hvernig græja það? Þú celebrity, þú taught celebrity, það ástæðana. Nei, ég bara... Er það vaccín núna? Já. Hvað hringdu þetta? Hvert hringdu þú? Það er verið að sprauta limaður. Hvar þá? Ég er Janssen kall. Hvert fórstu? Ég fór á Suðurlandsbraut. Hvað árgang gerstu? 84. Er það að sprauta hann núna? Er ekki þetta í frí eða hvað? Hvað rugglir það? Ég fekk bara sprautu í baki. Þið voru að snakka mig að tekið eitthvað stelefkortið. Ég held að Steindi af actually tekið stelefkortið. 100%, hann er eini gæðin sem fekk sprautu í fyrradag. Það er sumafrí sko. Því ég sverfur bara á börnum mín en ég gera ekki. Bottom line er að ég fekk Moderna sprautuna sem á að vera Rolsin í þessu. En það ekki Pfizer? Ég held að Moderna og Pfizer séu á pari bara. Já, málið er að Janssen er Rolsin í þessu. Maður fann ekkert fyrir Janssen. Janssen bara gerir mann glaðan. Með Moderna keyrir mann niður í maður verið sveppmóki bara allur einhvern veginn dofinn blandast kannski illa því hann er með 2 Moderna og ég held ég sé með gott cover með 2 Moderna ég þarf ætla ekki að bæta við Janssen en ég hef ekki prófað þess að komst þú fekk sko ég ætla bara að beða Þórólum að græja aðra Janssen á mig Það er svo að finna við hittum The King of Podcast Dr. Fútból Hjöppan í hádeginu þrjóðum að borða hann var með geggjaðan punkt sem ég var ekki búin að hugsa út í hvað haldið þessi margir í dag að nota sóttkví sem afsökun Hvað þessi margir bara vúrtblöð Ég hætti svona valið mig bara vikuna sem ég hef ekki nefnt í vinnuna og sagt bara, herru, ég lendi í sóttkví maður Þetta er fílík veistla fyrir lagamann Ég var ekki búin að hugsa hvað haldið þessi margir sem er að henda bríði herru, ég kemst ekki ákveður, ég er í sóttkví Er það þess vegna sem ég er að lesa alltaf þessi svona 500 manns í sóttkví Er það því að það eru alveg fyllibér sem henni ekki að mæta Ég myndi nýta mér þetta, alveg 100% En þú mátt fara repeatedly í sóttkví eða ekki Ég get farið í sóttkví núna að viku síðan allt í bara hitti ykkur Æ, hörðu, aftur í sóttkví Álur skellur Þú getur farið oft í sóttkví af því að bara það var einhver í kringu þig sem var með COVID Þú hlýtur að þurfa að senda screenshot af heilsuveru bara þú ert í sóttkví Það er þetta góð punktur Það hlýtur að vera eitthvað þannig Þú ert lagagómar blöð og þegar ég var við Íkja þú ætti alltaf að ringja fyrst upp í Íkja og segja hörðu slappur sko og fyrst ætti að ljúga þar svo ætti að ringja eitthvað heilsuþjónustu og ljúga það líka Ég ætti bara að ringja lagerstjóra minn það var einfaldar á þér sko Ég ætti að tala um eitthvað 2 Lagerstjóra með mummi at the time, toppmaður King Mummi King Mummi, ég hef ekki séð hann í svona 10-15 ár Hann vissi alveg hvað verið í gangi Vissi verið Hann var bara auðmikið gæsulöpum Ég get alveg sagt, ég tók alltaf mína 2 daga En það gerðist alveg Sko, ég vann átti í 2 ár Það gerðist allavega 5 sinnum þar sem ég hringdi minn vegan Herru, ég er bara ekkert smáslapið maður Hann bara, auðvitað, gerðu mig greið, þú verður að koma inn í dag Það er svo ógeðslega mikið að gera Taktu þið frekar veikindi það á morgun Ég bara, já, ég er bara með hausverk Ég veit alveg út með hausverk En við bara koma að vinna með hausverkinu og tekur hann á morgun Það færði bara frí dag á morgun Ég er á leiðinni Það gerðist alveg nokkur sem ég mætti Þó ég væri búin að ringja minn veikan Af því að hann bara hintaði í kæmi Hann vissi bara herru, hann vissi alveg hvað var í gangi sko. Ég tók stundum sko þegar ég var í 10. bekk Þá ringdi ég stundum sjálfur í Gagomós Ég mætti hann alltaf í skóla Já, þá tók ég sko, svona þegar ég nefndi ekki Hringdi þú sjálfur í skóla? Já, þá ringdi ég og tók þú veist Já, daginn Steinþórið ég og pappa Steinþórs og það var bara þú veist hérna mannskjana í þjónustöðurinu þar það sá þú veist
það keypti það Ég held að sé ekki þjónustu verið í skólanum. Þú veist, það var einhver á símanum. Það var bara, hérna, já, er þetta ekki bara Steinþór sjálfur og vill hann ekki bara fara að drífa sig í skólan? Já, ég læt hann vita því að hann þarf að náður að plata fólki með Nei, málu, ég hef beðið líka, ég baðast undir mömmu og pappa, þið verða að ringja fyrir mig maður, ég er svo slappur og ég á náttúrulega versta rekord í þessu sko allar tíma, þú veist, ég sagt ykkur frá því, það er bara, ég hef hætt í vinnu áður en ég byrjaði vinnu. Já, það er enda rosalega rauningaskapur fyrir utan. En það var ekki, þú varst baðvörður, þú varst mjög ánægður þar. Já. Það gæst vel. Akkur heldur hann að vera ánægður sem baðvörður, Egill? Ég var ekkit, ég var bara. Þetta var vel. Það var millilending. Kynntist konunni sinna. Og ránaði með þá vinnu. Já, ég er ekki fyrst að ránaði með hann, hann kynntist konunni sinna. Þar mætti henni vinnu, skælbrósandi, fór skælbrósandi. Nei, ég mætti henni og frábær vinna fyrir Ég hefði alltaf nýtt með sótku í þar. Við erum með rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Spurðukefni Gilsarans, hún á sínum stað. Rétt. Hvað er aftur í dag? Í dag er það, sko, King of Luxury Lifestyle and Luxury Traveling. Út af því að sko, það sé hugsa núna. Sko, ég er að vera til Sviss á morgun, út af til Sviss á mánudaginn blöð. Við erum að fara í luxury trip til Sviss. Við erum að fara á kvikmynda. Það er mér, hérna, koma heim með gullna hliparan. Já, við erum að vinna The Golden Leopard. Og það er luxury ferð. Og Steindi elskar líka luxury traveling. Þannig að ég er veltað fyrir mig, hver vinnur þetta? Herru, var ekki hérna trailerinn að koma út í dag? Jó, herru, það þarf allir að kíkja á Vísi og tjekka hún. Byrjuð að fara á Facebook, leynilöggan, þá getur unnið Úlpu frá 66 og Túborg Classic. Já, og hérna 10 miðamyndir. Málega er sko, ef fólk vil bara horfa á trailerinn og elskar ekki free shit, þá fer það á Vísi. Ef þið vilja horfa á trailerinn og vilja free shit, searchi eftir leynilögga á Facebook. Byrju hvað, 10 miða myndina? Hver, sko, ég vil bara draga út ef ég ætti 10 miða á einhverja mynd, ég gæti ekki losað út. Við drögum 10 mismöndi, eða ég veit ekki, 5 + 1. Skýtt ekki í þig. Nei, ef ég ætti 10 miða í sama hvað ég ætti 10 miða. Það er ekki sem er að vinna 10 miða. Nei, ekki einu. Nei, en það er einhver sem vinnur Úlpu frá 66 og eitthvað. Þannig að fólk getur farið inn á leynilöggan. Spurðu blöðurinn, þetta er 200 krónur Úlpu sko. Þannig að fólk getur farið inn á Facebook, leynilöggan, tekið það til leiknum. Já. Endilega, tjekkja á því, við erum með þekkið ekki. Allir sem meistar á Twitter sem búin að jafna sér í pakka honum saman á það. Góður, við erum með þekkið ekki. En það sem að ber hæst í þættinum, það er eiginlega rosalegt því að við verðum 10 ára í nóvember. Rúrik Gíslason er að koma í fyrsta sinn í FN 95 blöð. Hann er aldrei komið áður. Ég fatt það bara þegar hann sagði mér það. Sko ég var að hugsa, ég var ekki verið oft áður. Ég held að segja bátum og tölum svo oft hann. Já, hann er aldrei komið. Nei, mér líður þess að hann hafi oft komið. Já, það er ímislegt að við þurfum að ræða við þann unga mann. Hann var að vinna, allir geta dansað í Þýskalandi sem að er sko rosalegt. Er þetta huggulegasti gæði sem er komið í spjall? Já. Nú ætlum ég bara veltum að steinum. Hvaða gæði hefur komið í spjall sem er huggulegur en Rúrik? Hann er líklegast huggulegast. Það er ekki margir. Nefndi þitt klán. Klán? Já, ég er spyrað Steinþór. Við erum sammálaðir. Skrítið svipur honum eins og þessi ósammálaðir. Við erum sammálaðir. Við sögum hann er huggulegast. Ég sagði 10 sinum. Hann er ekkert eðlilega huggulegur sko. Ég sé huggulega gæja og síðan eftir með Rúrik sko. En hérna, sko, við ætlum að ræða við hann. Hann var að vinna allir geta dansað. Og hafið séð Instagram-myndinu hans? Ég er að hugsa núna. Ok, nú er ég að búið til premium content til fólk á Instagram og á morgun er ég fætt í Sviss með Mushroom og Blökjumur og Hennis mæta á mánudaginn. Ég ætla að búið til premium content á morgun til mið og ég ætla að fá tips, Instagram tips frá The Instagram King. Það var alveg yfir eftir. Hann er við miljón manns. Ég var það oft spáðið, hvað þarf góð mynd á Instagram að hafa? Hver getur svaraði betur en Rúrik? Já, þú getur allar ok, þá færð þú bara þitt eigi hot með honum eftir. Ég ætla bara að spyrja þess og nú er ég þess á morgun. Þetta er mjög fattitt landslag. Ég nota landslagi ok, geymum þetta hóttulega eftir, takk. Svo er hérna augljósa staðrendir with a twist í dag. With a twist. Það var aldrei svona huggulega gæði komið við það. Ég er ekki verið leiðilegur og ég var ekki svona áttir náði að vera að koma Já, veistu hvað Þú var að lega okkur að tala maður. Hann er mjög huggulegur. Ég er mjög spenntur að fá Rúrik hérna. Hvernig þetta eiginlega verði í kringum? Ég er bara með hann tók okkur, hann er ekki svona dansari. Mætti ykkur danskeppni í Germany og skengtinni sko. Hann er rosalegu dansar. Hann er eitt bestu dansar sem ég sé. Vídeóinu þessar keppni. Það er bara svona að æfa dansingu 40 ár sko. Þetta er svakalegu dansar. En hvernig er tvistið á augljósum? Og séu hann drullan á peningum með þokkabót sko. Það er með eitthvað gen hana. Sko hann genið hans er að seljast núna í Argentínu bara eins og heita lömmur sko. En svo var að stilla staðrindin. Hvaða tvist er í Sturlum? Þekki ekki fatavörur hérna bók. Við náum ekki að fara Ég ætla bara að lækka í agli. For the love of God. Á hvað Bubban ætlar að byrja?
Hvernig veistu þetta? Þetta hefur ekki verið oft í FN95 blöð. Það gýri í okkur. Fjöllin hafa vakað. Það King Bubbi eða Ego með Fjöllin hafa vakað hér í FN95 blöð. Og ég á FM. Við í bullandi Höfum við spilað þetta lag áður sem opnulag? Ég man ekki hvort ég hafi spilað þetta lag áður í FN95 blöð. Kannski einu sinni. Það ekki oftar rosalega. Ég að gefa hann konga shout-out. Ivar Gudmundsson núna á Tenerife með vodka Red Bull. Hlusta. Sko, hann var að senda mynd af vodka Red Bull. Og sko, getur hann sér drikkus í þessi. Og hann er bara hann er bara komið okkur að græjur og hann setur bara fyndi, sko, hann er ekki með eitt kaldan að hlusta. Hann drekkur ekki bjór. Hann er bara með vodka Red Bull að hlusta. Og líka, þú veist, hann að 6% fita, bara setur hann eitthvað silkislag vodka Red Bull. Djöfell öfunda ég Ivar Gudmundsson. Sýnist hann að vera í 6% mann. Hann er alltaf fyrir því að þú er góður að spotta. Hann er aldrei meira. Ég er snillingur í þessu. Herru, það kom að slúðri í FM95 og fyrsti slúðupakkin er að tónlistarkonan Rihanna, okkar manneskja, hún er officially orðin miljardamæringur. Uppáhalds, ég held að þessu uppáhalds söngkona mín, ég held að. Hún er metin á Hún er sniðu, hún er businesswoman. Hún er metin á 1,7 miljard bandaríkjadala. Hvað, 1,1 og er þar með auðvasta tónlistarkona heims. Já. Hún er næst ríkasta konan í skemmtiðinanum og eftir Oprah Winfrey. 1,7 B. Já. Hún er vantar ennþá 0,5 B í Björgutúr. Já, ok, hún er bara nálgast Björgan. Já, það vantar 0,5 B. Ég meður. Þú ert komin í þessa upp að það heldur sé sko erfitt að redda rest í Björga. Sko, hún hefur ekki gefið út lag í tæp 5 ár sem er synd því að hún er eina minnum uppáhalds þegar kemur á tónlist. En útskýrða hans fyrir mig blöð. Hún er ekki að raka sinn á Spotify-spilunum. Hvar er hann að fá þetta Cold Hard Cash? Snirtiföru fyrirtækinn er Fenty Beauty sem hann á 50% hluti er að Mókin og LVMH á 50, já, svo er það Savage X Fenty sem framleiðir nærföt sem er metið á $270 million. Það er rosalegt. Það er nóg til hjá henni maður. Bitchberg have my money. Þannig að flestir tónlistamenn sem verða billionaires, þeir verða ekki það á tónlistinni sko. Það er einhverjum side business. Já, svona auka einhverju. Blöð, ertu með Spotify opið það? Já. Hún er að pakka saman Kylie Jenner. Setja undir núna Rihanna Love on the Brain. Já, rosalegt lag. Settu það undir með að ferði yfir þetta. Já, sko, ég er búin að fara yfir þetta. Við getum haft það bara undir hérna í restinni. Já, bara í slúðurinn. En hún er þá að pakka saman Kylie Jenner og Kim Kardashian þegar þær eru ekki að raka sonin á sínum. Nei, hún er að pakka það saman. Mér finnst einhvern veginn með fullri virðingu fyrir Kardashian systrunum og ég dyrka metnaðin og business. Ekki drullið pappa stundar hlusta sko. Hann elskar þig Kardashian. Já, ég er ekki að drullið en mér finnst gaman að Rihanna því hún er actually bara mjög hæfilegar ykkur listamaður að hún sé að móka inn á einhverju auka drasli sko. Það er bara geðvikt. Þetta segja að Kardashians er ekki hæfilegar ykkur. Það er sem þú segja búin. Jú, það eru hæfilegar ykkur í því sem eru að gera að komast þér á framfæri og allt þetta en það eru ekki listamenn. Ekki líka saman. Já, samt, þú veist, það er með álur sko, reality TV er en art form. Ég fannst bætinir alveg skemmtilegir. Ég myndi alveg segja að það var listamenn en sko Rihanna er samt á öðru leveli maður, come on. Já, ég meina hún er líka buddan sínir það. Þú veist, þetta ekki leðilegur en það er að vera að pakka það saman sko. Já. Hann er, ok, ég basically orðum þannig, ég held meira með Rihanna heldur en Kim Kardashian. Já. Það er fín niðursta. Já, og þá var ég ekkert að gera lítið úr henni. Förum í næsta slúður og það er tónlistarmaðurinn The Weeknd sem ég hef nú komið inn á hérna í þættinum er sennilega minn uppáhalds tónlistarmaður í dag. Nei, þú ert Michael Jackson aðdóttan veitt. Nei, ég er að tala um í dag. Andlit Jackson. Það er enginn sem tekur Jackson betur enn The Blondell. Nei, sko þegar þú setur hattin á þig og setur hanskan á þig, það er rosalegt. Reyndar er og setur hanskan Þetta er króksar á þeim. En sko The Weeknd minnir mig samt Dr. Jackson, kannski er það ástæðan fyrir dyrkan svo bara hvernig hann syngur hana. Er hann ekki eitthvað að herma eftir Jackson? Hann er ekki að herma, það er bara geggjaður listamaður. Já, sennilega minn uppáhalds listamaður. Ef ég mætti velja að fara eftir Jackson? Hvað? Ég sagði eftir Jackson? Já, ef ég mætti velja að fara tónleika með einhverjum í dag þá myndi ég fara á Weeknd, orðað þannig. En ef Jackson var á lífi, þá myndir þú velja Jackson? Já, vissulega, ég skal viðurkenna það. Ég er með 2 regrets í lífinu að við ekki sé Cantona spila fyrir United og að ekki fara á Michael Jackson tónleika. Ég átti miða á Michael Jackson tónleika 8. júli á afmælinu mínu þegar hann deyr. Já, hann dó kannski eftir því. Manstu þið kýttum að leiða og svo gáðum hann flowers? Já, þú vildi vera að kíkja á leiði hjá Sylvester Stallone. Ég man eftir því líka. Já, búin því. Hann er á lífi. Hann er því miður á lífi, sko. Já, því miður. Ég var á mjög háum kreatinskamt á þessum tíma og var bara það. Varst að taka anadról og klemmi þetta? Hverju varst að beita þetta? En af hverju segir því miður? Finnst þér ekki gott hans á lífi? Stallone?
Jú, ég var bara að grínast sko, ég elska Stallone sko. Ég fylgjur hann á Instagram og veist það mjög skemmtlur. En sko, The Weeknd, hann hættur að nota hörð fíknefni. Hann var í forsíðu viðtali við GQ. Var hann í Yeyo eða? Já, öll lögin hans fjallega Yeyo. Ég var búin að lesa mig til það. I can feel my face when I'm with you. Það er náttúrulega Yeyo. Já. Hann segist vera samt ekki edru, hann hálf edru. Hann hættur að nota hörðfíknefni, reykir hann þá gras og drekkur áfengi af og til. Annars hann edru, segir hann. Þetta við þá ekki allir hálf edru, eða? Veistu hvað ég dýrka? Það rosalega. Ég drekk ekki mikið og ég gerði. Ég dýrka svona snáða sem eru sem hafa verið í vesinni með hörðefni, segist þér á hættir í en eru ennþá að nota hinn efnin. Þetta æðislegt. Hann að segja, hann hættur að nota hörðefni, hann nánast edru, hann reykir gras og drekkur áfengi. Það virkar ef hann var ekki alveg, ef hann var alveg fíkil. Nú ætla ég að taka bara ef hann var eins og Bíberinn. Bíberinn í sama, hann hættur í hörðefni. Ég veit það sko ekki var þetta Bíber aftur Nei, ég að segja Bíberinn var fann að sprauta sér í hæli með bara bensíni sko bara V-Power bara í hælinn og síðan fer hann einhvern veginn erum við að fara að ræða þetta þið veitum hvað ég á við, þið skiljið mig alveg þú veist, ef þú ert hardcore fíkill þá getur hann alltaf eðlilega ekki farið bara að drekka úr bjór. Hann segir samt ég er búin að eyða síðustu árum ég átta mig á því ég þarf ekki fíknefni og þakka Guði fyrir að ég skul ekki þurfa það getur mjög erfitt fyrir fólk að hætta en ég vissi ég vildi hætta og því hætti ég hvað heldur hann sé þá ekki hættur? Jú, kannski var þetta eitthvað fíktar sem hætti og ég elska það fyrir bara hann vonandi gengur hann sér best eitthvað fíktar? Ég er að segja ef hann var, þú veist ef þetta var alveg vesen og hann fór bara einhverja meðferðir og kom út og nú ætla ég bara að drekka pilsnir það virkar ekki sko En er ekki Víkard bara duglegur í lítaaðgjörum eða ekki, ég að miskila? Nei, það var fyrir myndband, það var grín Er það bara eitthvað kameri? Þú veist alltaf þess að sé eitthvað að strekja á sér okkar, það er bara manjur Nei, hann lítur vel út Það eru allir búin að strekja á sér Já, ég veit en sömum sér það og öðrum ekki Ég ætlaði að vera með slúður að það væri búin að reka Trommar Offspring, við bara geymum það setna því að við skuldum Offspring Því miður fór enginn á þjóðatíð og við vorum að ræða í miðju lagi hversu sorglegt það var að hafa ekki fengið að taka þetta á stóra sviðinu í Vestmannaeyjum Það hefur verið ágæti stemming en það er bara næst eða ekki drengir Hlýtur að vera þjóðatíð Það hlýtur að vera þjóðatíð næst Fjandinn hafið hann mér En þú hafði rétt fyrir þér Þú sagði það á 2 ára frí 2 ára frí Já það var ég að meina Dalurinn tók sér 2 ára frí Það tók sér 2 ára frí Tók sér frí 2020 og 2021 Ég reyndi ekki að fara að ræða þetta í einu sen við Tók sér frí í 2 ár Það var tekið sér frí í 1 ár Það tekið sér frí 2020 sem ætti aftur næsta ár Við tökum þetta lag 2020 Þú ert the Oracle Ganski fann ég þetta bara á mér Þannig að lagið verður ekki outdated eftir ár Því að Blöð er að goddamn genius Styttist í Rúrik Gíslason Hann er komið fyrsta sem ég ætlaði í peppaður fyrir því Já, það fór ekki fram hjá neinum fyrst einkominni Það út vel peppaður fyrir hann sjáleðinni En við ætlum að fara núna hins vegar í einn nýjast eða svona virtasta liðin kannski svei mig þá Það er þekki eða ekki Var það ekki Sturlaðar eða? Sturlar það er virtasti Þetta er svona nýjasti liðin okkar Við erum með nokkra nýja Má ég fara fram núna til að byrja með Ég er vel kvíðin Steindi var hann ekki Þú fyrst, þú fram Já, ég væri alveg til í að gera það Mér finnst það þægilega Svo æstur að míga Já, ok, ég bara En mér er drull Já, ég meina ég get alveg tekið hérna plástur að það bara og veist Jú Drullaði það bara út hérna Það ekki? Já, þarna hvað? Nei, það ekki, ég hætti að segja það sem ég hefur hugsað Takk ég þetta Er ykkur hundur í það? Nei, alls ekki, ég bara, þú veist, þetta er mjög erfið dagskáliður Og því að, þú veist, hérna spyrir maður er fljótur að hugsa og stundum maður bara hægur Já, sko, góða við hennan dagskáliður er hins vegar að fólk fara að kynnast ykkur betur Læra það sinna þur Jú, hendar Það er allir okkar hlustendur þekkjaði betur eftir að hlusta á það Já, ég Ekki samfélag því? Jó, ég er ekki ríklega rétt að það Ég hef heyrt það út á göttu Ég hitti eins og lagamann en hann er mjög ánægð með hann dagsskólið Já, ég er mjög ánægð með hann dagsskólið Mér finnst það skemmtilegur, ertu tilbúinn? Já, svona semi, ok Það er ekkit, jú, það er kannski ein sem að verður erfitt að svara Það er svona óþægileg Annars er ég nokkuð þægileg við ykkur í dag okay. Jón Jónsson og GTRN er komin einn undir Lagið okkar er ástinni hrein Fyrsta spurning Hvað skammast þið mest fyrir? Yes Sko líklega það er eitt sem við verðum að plaga mig bara veist, í 25 ár Hvað er það? Já, tvíhöðun á mér Sko, ég hef verið í vesinu með það Því að sko Það svaraði tvíhöðun Nei, málið er Það er svo margt sem þú ættir að skammast þig fyrir eigin Þetta skulle vera það, er bara fáránlegt Sko þríhöðun Ég hef alltaf verið helviti góður Og það hann er svona, þríhöðun er svona 90% uppalling á mér sem er mjög weird Já, en ég ætla bara að segja þér hérna
fyrir bara fullt af fólki. Það þú þarfst að skammast þín fyrir fullt af þennan hlutum. Síðan sagði Maggi Bessu með einsinni að þú veist, hann með frábæran tíða það búið að hann var heppinn að bísepfestingin á honum er nær olbónum enn hjá mér, ég bara óöppin. Fokk að mig geti gera mér saman. Málega síðan með annað það er annars ekki upp í hugan. Það er að ég fór að svið þarna á Selfossi einu sinni að gigga og ég glemdi að setja föts í hárið. Ég fæ ennþá nightmares yfir því aðtið. Það var hræðilegt moment. Já, við höfum þetta bara til það, okay? Uppáhalds íþróttamaður allra tíma. Þetta er bara fálega góð spurning. Það segir, minnst hún áhugaverð. Ég veit ekki hvort það steindi í uppáhalds íþróttamann. Jú, það hlýtur okkur í UFC eða eitthvað. Þeir sem poppa upp í hausinn er David Beckham og mikill Beckham-maður og Eiríkur Johnson. Þetta eru svona tveir sem poppuð upp. Þannig að Gutti er bara hann uppi með Beckham. Já, ég minna hann hefur gefið mig frábær moment í lífinu. Já, og þó að ég sé United-stundsmaður en ég er svona þetta er heldur erfitt. Ekki að velja David Beckham og ég er svolítið að fylgjast með hún líka í dag í The Fashion World og en Johnson er close second hana. David Beckham. Þá er það næst síðasta. Hvað er það síðasta sem þú myndi gera? Það er oft sagt bara svona, herru, þetta er það síðasta sem ég myndi gera. Hvað poppar upp í hugun á þér ef ég segi hvað er það síðasta sem þú myndi gera? Hvað er það síðasta sem þú myndi gera? Mér líður svo mækarn að vera að segja þetta. Já, það er svo oft sem að fólk segja bara, þetta er það síðasta sem ég myndi gera, sko. Ég myndi segja að síðast að það er að fljúa í monkey class. Málið er að ég er að fara í sagaklass á morgun til Sviss. Þú flýgur á monkey class alltaf þegar ég er með þér. Nei, ég er búin að... Það er ekki að síðasta sem ég Málið er, ég er með new philosophy. Ég flýg bara í business class núna. Það er ekki að síðasta sem ég myndi gera. Nýja, sko. En það er ekki... Er ég ekki hreinskilin en það? Jú, ok. Málið er... Þannig að síðasta sem ég myndi gera er að fljúa á monkey class. Sko, Sveppi senda á mig. Gilsari, ég uppgötta okkur í business class. Já, hann gerði það ekki sko, og nýja konceptum með núna, ég er bara í business class. Ég ætla aldrei að labba inn í vel og fara til hægri. Það er búið í mínu lífi. Ég fyrir vinstri. Ég flogið með svona 300 sunnum og það er allt verið á monkey class, þannig að þú ert pínu að ljúga þarna, en þá er það síðast, ertu fastur? Fastur? Já, ertu gamli skólinn í beton? Það tala mér in the sack. Þetta er rosalega. Já, sko, það fer svolítið eftir stemningu, myndi ég segja. Sko, þegar Rómo gilsið þetta inn, þá alls ekki, þá bara fekar laus, sko, þar, sko. Þannig að ég segi bara nei, ok. Hræðileg spurning. Ég var til að bara fara heim núna. Þú ert laus og... En hvað var svarið með það? Nei, var Steintor. Býta aðeins, Steintor. Svarið þetta er nei. Er það ekki eftir stemning? Já. Tjóp. Svarið mitt, það svarið mitt er að fyrir til stemningu. Því að þú veist, geggjur stemning, þá kannski ok. Ertu fastari. Skilu, ok, ég var fram. Þá fáum við Steindaginn. Nei, það er einu spurning sem er kannski svona. Erst þú tilbúin, Steindi? Já, ég er góð. Það var stemning frammi. Það var bylgjumenn, partilestin var á ferðinni og það var maður hitti menn. Líf í húsinu? Já, líf í húsinu. Ég heyr að Jón er undir og GTRN. Fyrsta spurning. Hvað skammast þín mest fyrir? Þú veist, það er svo margt, maður. Og ég svona, svo er að gallið við mig. Ég er svona einhvern veginn, kann ekki að skammast mín einhvern veginn alveg. Maður oft fengið þetta og kann ekki að skammast þín. Já, og það er á bara mig. Ég kann ekki að skammast mín, en ég hugsa strax einhvern veginn, þú veist, bara hvað ég er alltaf seinna og hvað ég er. Nei, það er bara þú leikur að því, sko. Já, en sko, þannig að ég tekið ekki eins og sem gilt svar, sko. Nýlega, hvað skammast ég mér fyrir mér nýlega, þú veist þið? Sko, það var eitt moment sem ég skammast mér fyrir mjög mikið. Sem gerist nú daginn að ég var upp í sofa og ég lendi. Nei, það er bara ég er seinna. Nei, hvað gerist upp í sofa? Nei, basically ég bara... Nei, hvað gerur upp í sofa? Gleymdu þessu? Nei, bara þú veist, það var... Hvað er það? Þetta er, ég get ekki sagt það. Ég get það ekki. Hvað, skist í þið? Já, ég gerði það. Nei, ekki. Jú, ég gerði það. Skist á þig? Já. Upp í sofa daginn? Já. Má, það er ekki fyrir sofa minna aftur, hann er ríkur.
Nei, bittu, ég ætla að útskýra þetta. Skeit í mig um daginn. Nei, þú varst að segja þetta. Skeit í mig. Ég hlusta það saman. Ég var basically ég þarf ekki söguna. Ég ætla bara að segja það. Þetta hljómar illa, ég ætla að segja þetta. Hljómar illa? Já, bittu. Hvernig getur þetta að hljóma illa? Ég ætla samt að fá að segja þetta. Ég verð að fá að segja þetta. Ég get ekki bara yfirgefið þetta svona. Basically ætla að taka eitt saklusan, ég ætla að bara leysa vind. Þannig að sjartar. Já, og bara svona ekki beint, þú veist, bara svona aðeins bara kom, basically ég myndi hætta bara að tala um þetta. Ég er ekki grínast. Nei, hlusta. Þú gerir þetta bara verra og verra. Í raskinnarnar. Þurftur að skipta nærjur? Já, ég stökk allavega fram og öskraði upp og fjölskyldan í uppnámi og svo kom ég fram í 9 nærjum en þetta var ekki stórslis. Skulum fara bara eitthvað það vera Þetta getur komið fyrir á bestu bæm. Ég er stemningsmaður blöð. Já, hvað fannst þér stemningaskipti? Nei, ég ætlaði samt bara svona ég ætlaði basically bara, þú veist, að vera í stemningu og taka bara, þú veist, aðeins Liftur upp? Já, nei, ég ætlaði bara, já, ég gerði það. Uppáhalds íþróttamaður allar tíma? Uppáhalds það er 3 sekúndur greina. Ok, en þú fær bara svara það er bara eitt svar. Það er sko, Romario sem fótboltamaður. Rassinn? Já, okay. Það er einn af mínum uppáhalds. Bara, þú veist, ég las HM 94 bókina örgulega miljónsinnum og horfði náttúrulega, fylgdist mikið með fótbolta á þessum tíma. Og sérstaklega Roberto Baggio skaut yfir í vítaspyrnukeppni, hann stöngin inn, þetta var trillt moment. Ég var mikill Romario maður. John Jones í ÖFC. Já, ég held að tala um Jón Jóns. Nei með fullir virðingu fyrir hans. Já, ég veit að ég var að hugsa samt hann þegar rugglaðisnæðin. John Jones í UFC er einn af mínum uppáðast líka og Patrick Ewing í körfunni. Ég er að velja einn. Sko, og ég ætla að segja Romario. Þú veist, það er svona hjarta segir það. Ég held að þetta væri Alan Shearer, en það er Romario. Já, nei, Romario, ég er rosalega Romario maður. Ok, með þriðja spurning, hvað er það síðasta sem við myndum gera? Það er eins og ég sagði eiginlega, fólk segir bara þetta er bara síðasta sem ég myndi gera. Já, síðasta. Allt inni fór ég að hugsa með að láta skipta á mér þegar við talaðum það. Ekki veitir þér af. Nei. Svona með fyrstu spurningu. Já, þú veist, þú mátt samt ekki miskila. Þetta var heiðalegt dæmi, sko. Já, ég veit ekki hvernig ég er að miskila þetta. Nei, við erum bara heiðalegir þetta. En þetta var, sko, síðast sem þú gerir, þetta er, sko, þú veist, ég myndi aldrei, síðast ég myndi gera væri bara hægt að tala við börni mín, skilur en þetta er skemmtið þáttur. Nei, en veistu hvað ég ætla að segja samt líka, af því að það er líka það er upp þér, tegjustök. Já, síðast ég myndi gera væri að fyrir tegjustök. Þegar ég þurfti að fyrir hæsta tegjustök heims að þú vildir ekki. Já, og það er bara ógeðsleg tilhugsun að hoppa fram af bara byggingu. Já, ég veit það, því ég gerði það. Já, ég veit það, og það tengist náttúrulega hitt. Þá myndum maður náttúrulega ekki mikið tala við krakkana ef maður myndi að fara illa. Það sem ég var pirraður út í þá maður. Herðum, síðasta. Þá varst þú ballusblöð. Reyndar. Og með bleikt hár. Ertu fastur? Er þið fastur? Hvað, í rúminu það? Og ypparast það? Hvað? Akkur að spurja? Nei, ég er það ekki. Nei, svaraði bara venjulegur. Já. Hvernig er venjulegur? Hvernig er venjulegur? Já. Bara venjulegur. Mitt á milli að vera mjúkur og fastur. Já. Stundum mjúkur. Já. Og þá stundum mitt. Ef þú segja meðaltali er venjulegur. Já. Það er bara það var hófislega spurning í lokin. Og líka þú ert sko, þú veist að bjóða hættunni heim. Hvað heldur að hann segi? Nei, ég átti hann ekki. Ég átti ekki þessa spurningu. Hver átti hann þá? Það skeytir ekki máli. Það var hlustandi sem bendi mér á. Þetta væri góð spurning. Þetta var ógeðslegt í dag. Síðasta spurningi á viðbjöður. Þá byrja ég á þér Steindi. Ég spurði Egil hvað skammast þín fyrir. Hvað heldur að vera svarið hans? Með Egil? Ég sko þú veist, ég veit að þú veist, glotti á þér þá veit ég að þú ert að fara að koma með eitthvað svo mikið viðbjóð á mig. Ég ætla ekki að fara á hanga. Ég er ekki með einn viðbjóð, alls ekki. Ég ætla ekki að fara á hanga. Ég ætla að segja bara það sem að þú skammast þín mest fyrir er væntanlega bara svona, ég held að það sé annarkvort, þetta er erfitt, annarkvort er það að þú
Það verið ekki verið að lifta nógu þungu. Það hafi verið, nei, já, eða ég ætla að segja að sé bara Twitter myndin að vera með hárinu í augnblinginu. Nei, það er tvíhöðin hans sem að skamma sig mest. Ég hlýt að fá réttur þetta. Nei, þú sagðir Twitter. Nei, ég sagði að því hann var að lifta einhverju og þú veist. Nei, hann er alltaf að lifta, hann bara fær ekki tvíhöða. Ég veist með tvíhöðan. Þú varst að drulla svo mikið yfir hann að strák sem var að gera grína með hárið. Já, ég er búin að pakka honum saman, það er frá sko. Já, ok. Egil, hvað skammast Steindi sig mest fyrir? Sko, hann skamma sín ekkert fyrir margt held ég. En sko, ég var að hugsa samt sko, eitt sem ég veit hann elskar og talar ekki mikið og þess vegna ég hugsa, ok, kannski skammast hann fyrir þetta. En þú veist, hann elskar út á lífið, hann talar ekki mikið það. Ég held að þetta er BDSM-koncept þarna sem hann talar aldrei Ok, við erum það heiðarlegri. Ég get lofað því, með ást frammi. Ég var að segja hræðilega hlutu sjálf mig. Við erum alveg opnir þetta. Já, hvað sagður þú? BDSM var ekki svarið hans. Nei, ég myndi segja það er ekkit feimnismáli ég var að hræðast því. Nei, ég myndi að ræða það lítið. Nei, það sem hann skamma sig mest fyrir, hann skeit á sig daginn í sófánum heima á þessir. Já, skeist á þig heima. Tókst DNA á þetta? Já, en og hvernig líður þau svona eftir það? Heistu bara, mér líður betur eftir hvað þú tekur þig vel. Ég held að myndir. Já, mér veist, ég minna, þú veist, skemmtur ekki bara helt áfram með lífið það? Þetta var, hættum að tala um þetta, það var ekki skita, það var kom ekki neitt. Næsta, ég spurði, ég ætla að byrja á þér Egil, ég spurði Steinda hvað er uppáhalds íþróttamenn allra tíma. Já, mér langar ekki að ræða þetta. Þetta er nett botni á okkur og þú setur skít í þess. Herri, þú spurði mig og ég svaraði. Hann er ekki á lausu, þú veist, Steindi nú á lausu og sagt þetta og hann er farið niður í bæ í kvöld. Hann er fyrir einn heim. En hann er happily married. Það er ekkert vesen að hann er að skýta í sig sko. Nei, það er alveg rétt. En hver er uppáhalds íþróttamaður Steinda frá upphæði, Egil? Má ekki á hana vísbendingu? Nei. Íþróttina, segja íþróttina. Að þetta er svo erfið spurning. Nei, bara þegiðu bara. Og veist, hann fæði rétt eða ránt. Minna, þú veist, hann horfur á enga íþróttir nema á UFC, þannig að þetta hlýtur á Conor McGregor. Nei, það var Romario, knattspyrnumæður frá Brasil. Það er ekki svona fótboltamaður. Ég gerði það, málega það, þú veist, ég sagði þess að Þetta segir mér, myndir ekki fíla að hitta Conor McGregor meir í dag en hann? Jú, í dag, miklu meira. Segðu þá Conor McGregor. En hann er samt ekki uppáhalds íþróttamæður minn. En ég sagði þess samt John Jones líka, sem er auðvitað. Við erum konum svo langt yfir tíma, hver er uppáhalds íþróttamæður Egils frá upphafi, Steindi? Frá upphafi? Ég myndi segja, ég er að hugsa liftingar eða fótbolti. Ég ætla að segja fótbolti og það er Beckham. Það er rétt. Yes! Fyrsta stíð mætti hús 1-0, ég ætla að fara að segja hann er ekkit eðla góður í þessu. Hvað heit hann? Coleman? Nei, hvað heit hann? Ronnie Coleman. Já, ég hitt hann eins og ný. Steindi, hvað er að síðasta sem Egil myndi gera? Hætt að vinna. Nei, það er að fljúa monkey class. Ég er í business-class á morgun, sko. Ég er hættur í því. Þetta er unfair svar. Þetta er ekki að síðasta sem hann myndi gera. Ég reyndi að pumpa hann, hann bara Ég er að fíla teðilur. Ég fer í flugvél klukkan 7:20 fyrir máli og fer loftið þá. Ég labba til vinstri því fyrir henni í flugvél. Já, ég veit alltaf. Ég var að heyra í allan dag. Hvað er að síðasta sem Steindi myndi gera? Flytja 100 fermetra hólu. Þetta er bara ekki hægt. Þetta er bara gengur. Hvað sagði þú? Hætt að tala um börnin sín. Nei, ég breytti reyndar í tegjustökk. Þú mútti aldrei flytja út af mansion. Ég breytti í tegjustökk. Svo er það síðasta Steindi er Egil harður. Harður? Fastur. Ói, bara það er ennþá verri. Sko harður er miklu verri en fastur. Miklu verri. 10 svona verri. Er hann fastur? Já. Nei, fyrir eftir stemmingu. Eftir stemmingu, er ekki þannig á flestum? Egil er Steindi fastur. Sko á hlið er hann fastur, já. Nei. Sko hann er bestur á hlið. Sko hann er geggjár á hlið. Það var hard. En hann er frekar soft fyrir utan það. Akkur heldur að fastur sé best ykkur stað? Nei, það er þinn besta stelling, þú er bestur á henni, þú er bestur á hlið. Þannig að, sagði hann það? Nei, hann sagði bara hart nei þar. Hann er alls ekki. Hart nei? Alls ekki. Ég sagði ekki hart nei, ég sagði bara ég er venjulegur. En nú er ekki gýr. Það var hart nei. Allir eru feskýr og Herðu, Steindi vann þessa keppni 1-0. Rúrik Gíslason mættir í hús og hann kemur inn í næstu inngómi. Herðu, ég vissi ekki að knattspyrnusamband Íslands væri búið að gefa út lag, en þetta er Holiday með KSI. Virkilega leðilegt lag. Ég var heimskinn, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Þú var ekki ánægði með og lélugu brandarinn. Lagið er jafn lélegt á brandarinn, en samt listamann heitir KSI. En við erum komin með... Er þetta ekki gæinn hann sem bóksaði í Breitlandi við Instagram trúða? Er það hann?
KSI? Ekki, ég veit það getur verið. En við erum konum með rándýran gest hingað í stúdíóið og það kom okkur öllum óvart þegar við föttum með hann var að koma hérna í fyrsta sinn. Rúrik Gíslason, verðstu velkomin. Takk fyrir það. Hefur þú aldrei komið áður í F95? Við erum trúðum sig ekki eins og símafjall ég er bara aldrei neitt við erum að tala svo oft þig þessi headphone virkir ekki þú getur tekið þið bara þú er bara hlusta Rikki er að svara sko, hann þarf ekki headphone þetta stúdíó er í niðurnýslu eftir að Rikki fór í sumafrí en verðstu velkomin takk fyrir það er no joke bara heiður að vera hérna ég er búin að hlusta okkur einasta þátt það er gaman að heyra það grænt hak við alla þættina á Spotify mér líður eins og hafi komið svona 4 sinnum ég held að við vorum að ræða þetta við vorum alltaf að tala já, þetta er einhvern veginn mixast allt saman ég veit það er einstaklega gaman að vera Satsinnar sögunni er hún sönn? Byrjum bara því var eiginlega miga með þér og þú lest hann heyra það fyrir hvernig nærbuxum hann var við fórum sko hún er að part til, að hluta til Sonja hann er búin að íkja þetta aðeins já, við vorum alltaf við vorum með Óskari Kolbeins við vorum með Óskari Kolbeins í einhverju eftirparti og við Egill svona stekkur á hurðina þegar ég er að loka hurðina alltaf var á klóstið og svona bristinn með mér af því hann talar þess og það er staðið saman bara allan tíma já, við getum heyrt hans hluta sko sagan er mjög líkar því að þetta er beinlega gerðið já, ég bara ég var ekki hrifin að þessu nærbuxur niður á hné konsepti já, hjá Agli og hann pakkaði mig saman en ég var alltaf ekki þveng hann segir að það er Versace þveng já, það er ekki þetta er semi-þvengur þetta er svona speedo þetta er ekki boxers en sagður við hann, ertu eitthvað rugglegar okkur ertu ekki Versace þveng eins og hann sagði söguna hann lasiði mér, ég aldrei fengið svona lestur áður já, má vera að ég hafi lesið yfir honum ég var ekki hrifin að þessu ég vil bara menn bæti sig en þitt faglega mat, Rúrik, nú þú fashion icon menn sem gangi í boxers, myndur þú segja að þeir varu ógæstlegir, nú ef við tölum hrein íslensku eða þú veist eru þeir allt niður þessu? Ég get lofalega að stendir í boxers og blöður í boxers ég er í boxers, er það ekki bara meira ekki þinn stíl, eru við nokkuð eitthvað ógæstlegir ég myndi náttúrulega aldrei segja að það varu ógæstlegir það er ekki nei, ég myndi ekki segja það en það er ekki þinn stíl það er ekki minn stíl hvernig nærbuxum ert þið núna? Versace hvað þarf ég að borga allir að gera niður þau núna og ég maður setja það á grammið ég þarf að sjá þessar nærbuksu það er potið svartar með svona gullkonsepti það er ekkert eðlilega sexy þessar nærbuksu sem maður var í daginn á Kolbrún ertu í svörtum Versace? með gullkonsepti ég er að goddamn genius þetta er bara spott Rúrik hefur nefnilega lesið oft við mér hann þólir ekki í sig hvítum skóm með jakkafutt hann er ekki bara að heyra það bara hættu hann er líka fashion icon ég veit að maður það bara að hlusta og hann las líka við Kolbar daginn ég var á Akureyri frí með Kolfáður og Kolbar var eitthvað svona kvartbuxum fyrir neðan nýja eins og Gilsar var í 2006 ég er ennþá að fá heit á Twitter frá Twittergrínurum fyrir sko ég er búin að laga í einelti núna í 15 ár þetta er 15 ára einelti út af einni mynd sem var postuð á ykkur blaði og ég er ennþá að fá einhelti á Twittergrínurum Kolbar var svona buxum í gær bara í fyrra þetta og Rúrik sá það á okkur snappi og sendi bara Guð annabænum segðu Kolbarnum að fara úr kvartbuxum en þá sagði Kolbarn þú getur ekki að 2 metra háan gæja í stöðbuxur er það ekki þitt faglega mat það er ránt það er mitt faglega mat það er algjörlega ránt hvernig skóma má að vera við jakkafutt bara aldrei strigaskóm Jú, núna er mikið í tísku svona loose fit jakkaföt þá getur verið í hvítum strigaskómyndir og svona ég hef alltaf verið í þessu já, kannski er auðvitað bara að tróða sokkið mig og viltu sjá lúkið að sjá smá skinn fyrir ofan skonna eða viltu socks ég held að það sé búið sko búið að sjá smá skinn hvað var það í 4 mánuði og búið hann vil sokka við verðum líka að horfa í þá staðrind og við erum á Íslandi sko það var rétt þú getur ekki verið í sömu jakkafötum á Ítali og Íslandi fylgjastu vel með fashion? Mér er gæslega gaman að pæla í þessu sko þú ert með þitt eigin merki já, ég er með mitt eigin merki og það sprakt aldrei út kring þess að dansþætti og við erum að bara flytja algjörlega til Þýskalands já, með Bökk já, sem er mjög spennandi sko og hann að nýja línu núna sem eru 55 mismöndi items sem ég held að vera helviti sexy sko já, talandi áður fyrir maður ég langar að ræða meira við þetta með danskjarnina allir geta dansað í Þýskalandi bjóstu við þetta er jafn stórt og þetta var ég bjóst vissur alveg þetta væri svona hjút í Þýskalandi ég vissi alveg þetta væri hjút en málið er að þú veist þú náttúrulega finnur ekkert fyrir því bara því að
þú veist, þú ert bara í einhverju bublu sko og ég fann ekki, þú veist, ég var ekki að lesa fréttirnar og pæla ekki á sakalega mikið í þessu sko en þetta verulega stórt og þú veist, með 5-6 milljónir sem horfa hvern einasta þátt sko, þannig að þetta mjög sérstakt og ég eiginlega búin að finna meira fyrir svona eftirkeppnina heldur en meðan henni stóð sko. Já, varstu bara meir þegar þú varst þetta? Var þetta stór sigur í þínu lífi? Þú þetta verið svona sjónvarpsþáttur? Já, þú veist, ég hef alltaf gaman að vinna sko en bara komast í úrslitin þá var ég svona bara orðin frekar sattur. Það var svona nóg að komast í úrslitin þáttin bara, Ég var bara í þessu til að skemmta mér sko og það var ógeðslega gaman. En af hverju ertu svona góð dansari? Ertu með eitthvað, þú veist, varstu að æfa dans sem krakki eða er þetta bara góð fótboltanum eða? Nei og þú veist, staðreyndin er svo að ég er ekki sérstaklega góðu dansari sko, þetta er bara, þú veist, þú mætir fyrstu 2 dagana á æfingar og ert hræðilegur sko, þú kannt ekki hliða saman hliðar í dansunum sko, svo bara ertu 8 tíma á dag og nærði einhvern veginn að performa 2 mínútur eða 2,5 eða 1,5 og þá svona lætur þetta lukka eitthvað og en það er líka, þú ert metnaðarfullur sem að ég ber mikla virðingu fyrir við getum sagt það eins og bara í leynilögunni og það átt að fá Rúrik leikur það hlutur það átt að fá mann til að sjá hringspörkin hans en í staðin þá fóð bara Rúrik og hitti Jón bara á hverju leynistætti Jón Viðar og lærði sparki sjálfur það nefndi ekki að fá eitthvað þannig að he does a stunt by himself og þetta er alvöru hringspark sko. Já, ég inn í samningnum mínu var einhver ein jiu-jitsu æfinga, kung fu æfinga því ég þarf að kunna kung fu í myndinni sko og ég gæti ekki farað eina kung fu æfingu mætti í mína fyrstu bíómynd og verið allt lóðrétt þannig að ég var bara í 6 vikur bara að æfa kung fu og til að geta að teka líka einhver fallegustu hringspökk sem það eru séð sko þess er líka vissi maður ég vissi líka að það voru búin að sæna síðan keppnið í Germany þú veist að maður pakka henni saman það var örugt sko, ég var ekki vafa sko það er langt á metnaðinum. Ertu að fara all in í leiklist? Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég er að fara núna eftir 9 dagar að fara aftur til Þýskalands að leika í þýskri bíómynd. Já, stórt hlutverk eða? Nei, ekki sérlega stórt hlutverk og eiginlega bara sem betur fer sko því ég er nú ekki, þú veist með þýskuna alveg 100% þannig að þú veist bara svona því Heyrir þjóðveri þegar þú talar á sért ekki þýskur? Já og ég er líka með hreim og ég er líka svona dálítið búin að gera í því að svona ég er bara dálítið vinsælt að vera með hreimanna sko okay. Þannig að ég er já, þú veist, ég er svona ég bara veit ekki alveg nákvæmlega hversu stórt hlutverk en þú talar samt, þú veist Rey brennandi, þú veist, ég meina getur þú sagt núna á þýsku bara og sért í út á svitali okkur og ert að fara að leika í bíómynd? Já, ég get alveg sagt það sko en, veist, hvernig segir þú á þýsku? Sko, málið er að þú veist, ef ég fyrir 2,5 tíma talkshow að tala eitthvað pólitík og eitthvað það er svona versta sem ég hef upplegað núna og þar fann ég virkilega ég þarf svona þess að spýti lóana í þýskunni að því að þú veist allt í næstu komið með eitthvað talkshow hliðina þessu þetta næsti potential næsti kanslari Þýskalands og þið eru eitthvað að ræða saman þú spurður út í COVID og eitthvað og þá svona það var virkilega óþægilegt sko. Varst það rúnt á milli talkshows þannig úti? Ég er búin að vera í alls konar sjónvarpsþáttum núna það er Varstu ykkur grillþætti þegar þú sendið mér Snapchat? Já, ég var í grillþætti á ykkur risa sviði Þetta er huge bara ég veit ekki hversu margir eru líka bara að horfa og kaupa sér miða inn á að horfa svona sjónvarpsþátt þetta er bara, þetta er alveg magnað sko. Ég veit að flesti sem koma þú ert nú góðu félagi okkar og þetta er spurning sem maður spyr alltaf en eins og með þetta og verður bara hreinskil við okkur þú ferðir svona talks, svona þátt eins og svona grillþátt farðu vel greitt fyrir það? Sko, já það er bara, það er mjög skemmtileg svona fjárhagsleg tækifæri í sjónvarpi og bara almennt á þessum þýska marka þetta er bara risa svo margar stöðvar og bara já, margir sem að horfa hvern þátt og þú veist og þú já, þetta er mjög svona spennandi þessi svona fjárhagslega hliðin á þessu þýska sjónvarpsdæmi. En með vöruna Bökk í Germany, er þetta komið í einhverja búðir bara, eða er þetta að fara að selja þetta on the line, eða hvernig er þetta? Ég held sko að markmiðið verði fyrst að selja þetta online og við höfum verið að selja langt mest en að því við erum að senda alltaf frá Íslandi og þjóðverinn hattar að borga toll og eins og bara flestir þannig að við erum bara að flytja fyrirtækið til Þýskalands og erum að fara að selja þetta vonandi á einhverjum heimasíðum og svo ætlum við að vera með pop-up verslanir og vonandi á endanum bara okkar eigin verslun. Saknaru fótboltans? Hefðu, bara ekki neitt sko. Ekki neitt? Bara ekkert. Saknar ekkert að fara á æfingar og bara ekki neitt. Ég veit að þið fannst það svo gaman? Já, mér fannst það ógeðslega gaman að vera í klefunum og þú veist, djóka og svona en ég hætti náttúrulega bara því að svona motivationi var aðeins
dottið niður. Já, var það þá tengt eins og bara Instagram-miðin og öðru og væri orðin svona þekktur fyrir annað heldur en fótbolta? Að hluta til myndi ég alveg segja það, já, að það, sko, það voru þarna nokkuð tilboð á bara sem voru klára að býða. Það voru opnast bara önnu tækifæri fyrir, og þú veist, ef ég hefði bara ekki haft neitt, þá hefði ég kannski svona haldið aðeins áfram í fótboltanum, sko. En mér langaði bara að prófa nýtt og tækifæri voru þarna og ég ákvað bara stökka til. En eldsnögt í þegar þú var skipt inn á í leiknum og Suður Amerika fór á hliðina og þú varst inn í klefa og kíktir á grammið og varst komin á 36.000 í 500.000 á 5 mínútum. Hvernig var tilfinningin svona þegar þú sást The Jump? Ekki sennilega jafn íkt og þú veist að ímynda þér, sko. En það lítur að vera skrítið að vera bara mjög skrítið með, þú veist, eins og ég segi 30 og eitthvað þúsund fylgjendur, svo spilar eitt leik, ferð og kíkir í síman eftir leikin og bara kom með yfir 500.000 fylgjendur. Það lítur að vera bara, betur, hvað var að gerast? Sko, fyrsta sem ég hugsaði var bara shit, hvað er ég búin að gera? Þú veist, það var að koma út eitthvað kynlífsvídeó með mér ég bara hafði ekki hugmynd, ég vissi ekki neitt. Ég bara, fyrsta hugsun var að ég hefði skitið eitthvað á. Það er alltaf fyrsta hugsun sem það er bara þannig. Þetta er bara eitthvað með sexy skipting í fótboltasögunni, sko. Það séðan sexy gæja fyrir inn á einu fótboltaleik. Og þú hefur nýtt þetta heldur vel, ég meina, þú kom með eigin fatalínu, þú ert með gin. Hvað ertu með í gangi? Þú ert með fatalínu gin. Já, og svo að því að sko Glacier Gin fór að selja mjög vel í Þýskalandi og það voru 90% af kaupendunum okkar voru konur. Þannig að við byggum til nýtt ginmerki sem heitir It's Our Gin og við erum að selja gullgin og gilt gin og bleikt gin og erum núna komið með gin og tónik í flöskum og áfengislausgin og það bara í Þýskalandi? Já, það verður bara í Þýskalandi, sko. Já, þannig að það má segja eftir þennan dansþáttinn að þá er svona þín viðskiptatækifæri mest í Þýskalandi í dag. Já, þetta er bara svona til að byrja með. Þetta er náttúrulega bara stærra en hérna heima og þú veist eins og ef þú kemst með eina vöru í súpermarka á Íslandi þá ertu kannski að vinna með krónuna, það er 24 búðir eitthvað. Í Þýskalandi ertu kannski með Lidl sem er með 12 eða 13.000 búðir. Og núna erum við til dæmis með R-gin vörurnar og R-það og erum að framlega núna R-Rosavín, It's Our Rosé, sem er mjög spennandi. Það er allt saman að fara í Edeka-verslanir og það er bara, fyrst er það bara 1000 súpermarkaðir sem að panta það og svo, þannig að svona, þetta er stærra og svona aðeins meira spennandi, myndi ég segja. Lítur að vera alvöru peningur í þessu? Þú veist, alvöru peningur í þessu? Þetta er það sé alltaf markmiði, sko, hjá öllum sem fara í business. Ertu að prótsegur eða áttu helmingin í fyrirtekinu eða áttu 20%? Er það eitthvað sem þú... Já, sko, mér finnst allt sem ég gerir, þá vil ég eiga bara verulega stóran hluta því mér finnst svo gaman að vera bara involved og taka þátt í öllu ferlinu. Já, taka þátt í öllu ferlinu. Ekki bara plugga þig. Nei, mér finnst það svona, það missur við trúverulegan, sko. En okkar fólk í Argentínu, það er ekkert lengur að kaupa okkur félagunum eitthvað. Það er náttúrulega því shit það, sko. Hvað er? Þú ert ekki að selja neitt. Ég er mjög vissall í Argentínu líka, því laugu öllum ég að vera eis manager og hólkaðast inn. Ég var ekki lengi að hoppa á vinsum. Erum við ekki að selja gini það Við skuldum auglýsingar og svo ætlar, já það eru hraðaspurningur og ég ætla að henda þær í einhvern nýjan lið sem heitir Instagram. Já, ég hendur um í lið, ég bara ætla að fá Instagram tips. Já, þannig ekki fara langt, við ætlum að byrja auglýsingum. Ég verð að taka undir með Frikador þarna, hvílíkur dagur, það er föstudagur, það er 7. ágúst og já, Rúrik er ennþá hérna hjá okkur sem gestur, ertu ekki bara í feeling, ertu ekki bara góður dagur, Rúrik? Jú. Er það? Er þetta ekki bara góð dagur? Já, þetta er góð dagur. Heldur betur, þetta er fyrsta skipti sem hann kemur í þáttinn. Okkur leiðist að það er í fjóra skipti en þetta er í fyrst skipti. Já, ný komið frá Tenni. Já. Hvernig var það Tenni? Það var bara helviti fínt maður. Ég var með fjölskyldunni og Tenni er bara... Varst að fara til komur óvart Fektu sunshine? Já, ég veðrið var frábært. Það er nokkur ljóst að Rúrik fer ekki eftir okkar reglum að ljú ekki að hlustundum. En ég vil staðfesta að ég dyrka Tenni en það er ég bólur. Ég dyrka Tenni líka. Ívar Guðmunds er það? Já, ég nefnilega hitt ekki á hann. Það var svona mest í skellurinn. Já. Hann sagði þú að sett eigin á hliðina. Já, en hvað er næsta utanlandsferð hjá Rúrik? What's the plan? Það er eftir 9 daga þá fer ég til Berlínar
Gera hvað í anskotan Business trip Leika þessari bíómynd Yes, er þetta romantisk mynd eða action eða comedy? Þetta heitir Bibi og Tina og þetta eru úlinga barnamyndir sem eru bara mega vinsalar og þetta er mynd nummer 4 og Bibi og Tina Bibi og Tina Ég er að leika Bibi og Tina, ég er bara að finna þetta er alveg veistlega að þú komin í það Svolítið sveppamyndirnar á Íslandi Þetta er ég ætla það ekki Ég er að leika einhvern eitthvað svona geggjaðan cool fóringja í vatnaskói En eru þið félagarnir eru þið búin að snúa baki við núna við Argentínu og Suður Amerika, það game over, bara komnið til Germany Hætt að segja við félagarnir Þið voru svolítið að vinna með það koncept Þú ert bara ekki involverað Er það game over? Hefur þið búin að millifara okkur yfir til Germany? Ég meina, þú veist, þurfum við eitthvað að einblína á eitt marka Hvað er heitt í Argentínu? Hvað getur við komið með? Ég veit ekki, drekkar ekki gin þar? Rauðvín Já, rauðvín, en hvað, þú veist, að fara með rauðvín til Argentínu? Það er svo liðlegt business plan Það fara með kókaðin til Kólumbíu Það er að raka inn í Germany, þá bara erum við þar, þetta er ekki flókið En erum við þar fyrir Egil, þú varst með einhverjar þú varst á peppaður Ég veit að taka niður hraðspurninguna fyrst eða Alveg sama Instagram tips fyrst Já, förum við Instagram tips Ég er að fara á morgun, Rúrik, til Sviss 7:20 í fyrramálið Business class með sveppa Ég flýg einungis í business class Í hvað átt lappar þegar þú lappar í vinstri Hefur einhvern tíma, Rúrik, farið í vél og lappað til hægri það? Já, 100%. Nei, ekki ljúga Ég ert ekki að ruggla Ég flýg oft Ég er að fara að taka shampoo kl. 7:20 í fyrramálið með mushroom Og málirum var til Sviss Ég var alltaf að fara með ykkur Okkur kemur ekki með það? Ég fekk ekki bóð Já, Pegasus, þau drulluðu með bóð Kottu bara með, billionaire Kottu bara með, flókið Já, þú ert að koma, gef mig okkur Hannes á mánudaginn Þeir kom út á mánudaginn, Hannes og Blondell Sippaði bara með, flókið En málið er og málið, mér langar að búið til premium content á Instagram í þessari ferð Og ég er að velta fyrir mig, þannig er ég komin á svona Rúrikstað Þetta er Locarno heitir þetta svona, og googlar það og það er bara svona vatn mikið af trjám og bara lítil flott falleg borg þetta verður rosaltur í steik og rautana með mushroom þannig ég er að velta fyrir mig bara svona og ég veit búið til premium content svona, ég velta fyrir mig fyrst þegar ég byrja að snappa vilti ég byrja bara strax í vélinn snappa? Já, hvað segir þú setur á grammi? Gramma setja story setja fæslu inn á Instagram bara á Snapchat ok, fyrirgjöð þið eru grammar ok, þið er gramma myndur þú vilti byrja í vélinni og vilti mikið er ég að vinna með svona bara skot af glasi og svona og mörg stóri Simmi Vil, manni sem veit vinsasti Instagramar landsins hann út með 200 fæslur í einu stóri yfir sólarheng mælur með því? Sko ég get bara að tala um það sem að svona verist vera fólki sem fylgir mér vil sjá það er svona, þú þarfst að vera persónlegur og mynd af glasi, ég veit ekki hvort að það skilir einhverju það er svolítið svona áhrifavaldur ég hættu það, ég var að spáði að setja mynd af glasi strax í velinu já, ég myndi ekki gera það en ég myndi, þú veist, ég myndi bara ég er eitthvað sem ég er nýbyrjar að gera bara tala við fylgjendunum yes. Ég ger það aldrei Blöð duglegur í því sko Já, blöð er geggjaður í Ég hef aldrei séð Egil tala Nei, en það er, ég held að það sé leikillin í þessu sko Ok En eins og þannig er ég með, þú veist, ég með vatn, ég með tré, þú veist Hvaða background finnst þér ég að vinna með? Og það segir mér að taka amazing photo hana Viltu gróður eða fallega veitingastað? Sko málega er að background skiptir eiginlega bara engu málega því þú ert með einhvern geggjaðan photographer með þér hana Nei, ég reyndar ekki hann, ok Og hann er með þannig linsu Slettir að fara að taka myndina Já, þú veist, út með þannig linsu Hann er fyllir þetta sko Ég held að þú ert sexy gæi og lukka vel og svona Þannig að ég myndi segja bara vertu með, fyndi eitthvað geggjaðan myndatökum hana Látt hann taka myndaðar og skiptir engum máli hvað er í bakgrunn og það er bara splörraði í bakgrunn Mælum með fljúi út Ari Mag eða þú veist, það er bara hann eftir bara á Ari Mag er helviti dýr Máli er Elli Casada sem er að goddamn genius átt að koma með sem var að sæna þér eitthvað $1 billion verkefni hann kemur ekki, hann er geggjaði ljósmynd Ég held hann sé að vinna fyrir núna Yves Saint Laurent sem eru að taka myndatöku í Íslandi Hann komst ekki með Ert þú alltaf með ljósmyndara með þér? Nei, en byrju myndina sem þú setur á Insta eru að tekna á myndal, ekki á síman Það er myndal sko Já, alveg En þú veist, sumana, því ég nefnilega helviti gaman að taka myndir og ég keypti mér eitthvað græjur Við þurfum að vinna með það, ég tekna bara síman Segjum sér svo, bara þú fáir Segjum sér svo, til dæmis að gera samstarf Og þá er, þú veist, mjög mikilvægt að fjárfestir hluta af tekjuninum í einhverju svona sem að framleiðir fyrir því kontenti sko þannig að það verður svona
high quality shit sko. Ok, þannig að þú veist, í rauninni þú tekur aldrei mynd á síma. Jú, það kemur alveg occasionally. Já, en finnst þér hvort þér finnst þér að vera sexy eða hress á myndunum? Mér finnst ég að vera heimskara. Ég verðilega bara að fara í hraðaspurningar. Ég get ekki spurt. Máli, ég er að vera Sviss á morgun. Ég þarf að búið premium content. Á að vera brosandi svo trúður eða reiður og sexy. Þú getur ekki brosandi og sexy? Já, endar ég. Er það hægt? Vá, góða punktur. Verður bara brosandi og sexy? Reiður og sexy. Reiður og sexy, það er ekki tenging á það milli. Ég var reyndar að renna yfir Instagram með daginn. Ég fekk smá kjánaról. Þú ert alltaf reiður það? Nei, ég er bara alltaf að horfa til hliðar. Já, það er ekki gott. Það er bara eins og ég hafa aldrei hugmynd að myndaðanlega sé hana. Mér finnst mér ekki að horfa í kameru. Það er game over. Sko, maður sjá, þetta með go on side profile. Nei, ég horfa alltaf í kameru svo að clown. Þú horfið þú aldrei? Hann horfir aldrei í kameru. En ég var að segja að mér leið pínu illa að horfa á það, sko. Já, þess að ég sé ljótari gæja, sko. Ég er að horfa nokkuð myndir innan núna, sko. Já, ég þarf að fara að vinna mér að horfa í kameru. Ég er ekki Instagram stjarnar eins og Rúrik. Mér finnst eiginlega mikilvægast textin sem hann setur inn, sko. Já, það hefur ekkert að segja. Liðið sem er að followa Rúrik er ekki átt á textanum, sko. Það er góða punktur. En ein spurning, við vinnum með textan. Ef einhvern tíma posta mynd án filters, og hvað finnst þú fólk sem posta myndum án filters? Sko, filterin er held ég að detta hans út, sko. Fólk vil fara að sjá bara, ég held að fólk sé orðið þreytt á svona, þú veist, öllu photoshopi og ekki eins og smá Paris eða? Paris, nei, alls ekki Paris. Alls ekki Paris. Ég beði alltaf Paris. Hann heita Paris. Ef einhver tekur, sko ég segi, herru, gjör svo vel að setja Paris. Svæpaði einn til hægri Paris. Ég spyr ekki eins og leikur. Ég þarf að segja þetta blöð. Ég þarf ekki að segja þetta. Algengasta lína sem ég fæði frá Steindó. Ég er ekki svona grínast, ég bara setur ekki Paris á þetta. Það er hæðir. Ég tekja barna faðir úr ekki. Ég þarf Paris. Eru filtrar döður? Þetta er gott að fá þessi tips fyrir Sviss, sko. Ég ætla að gefa þeim best að nota öll þessi money making tips og að gefa þeim. Ég ætla að vera með premium content í Sviss núna. Fljúðu einhverjum út. Ég var að lesa einhverju fréttum daginn að þú er sko með einhver 80 milljónir í hlutafrjum. Já, og eftir 10 fasteignir. Já, og þú fljúðu bara einhverjum út. Svo kallar okkur, svo er alltaf að stríða okkur auðvitað þegar við erum að kaupa okkur einhver húsi í bullandi skuldina. Það var hvað ríkast eða sko. Það er komið að hraðarspurningum áður kveðið Rúrik. Þú þekkir reglur fyrst að þú eru hlustað reglulega. Bara hreinsa hugan og svara fyrsta sem þetta eftir í hug. Tilbúin? Já. Uppáhalds matur? Nautastek. Nautastek, besta bíómynd allra tíma? Ég myndi að Forrest Gump. Hver var fyndastur í landsliðinu meðan þú varst í því? Við áttum heldur góð moment í sjúkraþjálfarherberginu. Ég og Aron Einar Gunnarsson stundum við vorum yfirleitt svona fyndni saman. Fallegasta kona heims? Það er hún Kendall Jenner. Kendall Jenner, hvað drekkur á jamminu? Gin og tónik, rauðvín. Já, gin og tónik, rauðvín. Ok, hversu sexy finnst þér á skalan veitum 10? Og þetta var að gera 10 á þetta. Í miður, það var snáðan. Þetta er umöðuleg spurning. Þú er að vera hreinskilin. Hvað kom fyrst í hugan? Ef ekki að segja 10. 10? Það er hreinskilin. Það er að grínast. Nei, þú bara ekki baka með þetta. Það er 10. Það er ert. Uppáhalds fatamerki, fyrir utan þína eigin línu? Dior og Saint Laurent. Ég kann ekki svona segja. Jú, ég veist Dior. Uppáhalds, lið í ensku? Tottenham, ég segi. Já, bara fekk búning þegar ég var 5 ára og bara tók Tottenham síðan. Ok, uppáhalds sjónvarpsþættir? Það er eitthvað, bara ever. Já, allir geta að dansa? Já, allir geta. Það er sennilega bara, ég veit ekki, datt inn í Making a Murder árið. Já. Horfið lítið á sjón, mjög lítið. Horfið lítið á sjón, ok. Hvort það eru frekar vilja skora HM eða vinna dansinn í Þýskalandi? Það er spurning hvað hefði gerst ef ég skora á HM sko. Hvort ég hefði fengið eitthvað geggja money tilbúð sko. Já, þannig að basically grætur meira á því að vinna dansinn. Rétt. Já, bara en ef ég hefði skora á HM þá veit maður ekki hvað hefði gerst sko. Nei, ég held að það hefði ekki breytt eitthvað miklu sko. Já, þá tek ég dansinn. Já, ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Ég fengi þess áður og ég sagði Dýri Kristjáns, það var undar ekki sérstaklega Fimmleikameistarinn. Bara, veist, ég veit ekki. Hvað kom í hugan? Hvað dýr kom upp? Það kom ljón. Ljón, vá. Ég myndi borga minn á það. Svo er það missa 500 followers eða missa hárið?
Það er followers, það er easy. Akkur er það easy? Við erum aldrei að missa hárið sko. Þú sé hárið á hann? Akkur er það easy? Þetta er bara hárið á mér my signature sko. Á blöð Skellur fyrir mig hérna. Ígur í Severu? Versace Þveng. Ég er að köpa mér nú Þveng. Hvaða bóluefni þetta með? Ég er Johnson, Jensen að það. Jansen, klestan. Og síðasta spurning, hvaða íslenski kallmaður er kynþokkafyllin en þú? Engin. Ég vil ekki vera leðilegur en er engin sko. Þú ert ekki hraðaspurningum minn? Ég myndi segja að væri bara kynþokkafullur svona bara virkilega bara sexy bara. Er það ekki ég hef oft heyrt ykkur reyndar svona bera mig saman við eða sett svona, þú veist að vera að tala sexy þá oft þarna Bjöllinur og ég var með honum í leinlöguna, hann vel sexy. Vel sexy hann rosalega hugulegur. Hann að koma með okkur til Sviss með þessa. Hann virkilega sexy guy. Út til Sviss á Mondi, flýgu með púp og hennis. Herðu, við erum búin að vera heilengi hérna með Rúrikænda Sannur, heiður að fá þig. Takk fyrir Instagram tips. Lítið. Það held ekki sem ég vissi ekki það. Hætti að nota filter. Ég var ennþá að nota Paris og ég veit ekki mynda glasi 720. Tala meira. Ég er basically redda. Og ég er að fara að tala í kameru. Ég er basically redda en það fyrir hot sko. Ég laka til að sjá það að byrja að tala mér í kameru. Þú veist að fara að fylgja þess eftir. Laka til að heyra símtali við Ara Mag þegar hann syngir hann eftir. Það fara að taka það með að steytist í spurningkeppni Gilsarans og fleira en við skuldum auglýsingar hérna. Byrja að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 sonur okkar í gangi. Aron Kahn, Blinda Götur, óskalag fyrir gest áttanins Rúrik Gíslason sem er farinn og virkilega gaman að fá hann inn í spjall. Já, maður lærði mikið og þetta var mjög skemmtilegt. Já, líka bara á svo margt sem ég langaði að spyrja hann og hann svaraði öllu og þetta er svo vesen að sko, þetta hefði ekki verið klukkutíma lengur sko. Já, það er hárrétt. En sko, við drengir ætlum að áður fyrir í spurningkeppni Gilsana sem er hér eftir smástund að við þurfum eiginlega að plugga aðeins því að við erum með rosalegan gest í podcastinu okkar sem heitir Blökastið. Við erum með podcastar hér. Já, og til að nálgast podcastið þá farið inn á fm95blö.is og geti sóta þar en á þriðjudaginn þá mætir að því að er fullt af fólki sem að hlusta bara á FM 95 Blö, ég vil aldrei heyrt Blökastið að þú ert með fjármálahotnar Steindi. Ég er með fjármálahotnið og hérna við náttúrulega því að þú ert búin að skýta í fyrstu 2 þáttunum. Já sko Þú ert búin að lofa gesti og það er enginn komið. Ég er ekki búin að skýta Blöð. Ég er búin að vera að reyna sko, ég var að reyna að ná í stórlags. Við erum að tala um Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra. Það er ekki, þú hringir ekki breiðan sig kota morgun, hann þurfti svona að finna tíma. Og hérna þeir að fara til Sviss, þannig að við þurftum að taka upp þáttinn sem kemur núna þriðjudaginn og þátturinn er geggjaður. Og ég get ekki beðið eftir að hitta hann líka. Já, það í rauninni slúðrið að seðlabankastjóri mætir í Blökasti á þriðjudaginn og við erum búin að taka spjallið við hann, það var endalaust að við spurðum hann úti, við vorum með hann í rúman klukkutíma en það var 20 mínútur að því í podcastið og svo kemur svona fyrsti auka þátturinn inn á fm95blö.is og það er bara viðtali í heild fyrir þá sem vilja hlusta á hann tala. Ég hefði ekki að tala um hann í 30 tíma. Ángríns, ég gæti ekki beðið eftir að hitta hann. Ég gæti ekki beðið. Mikill áhuga þarna úti á finance og þarna náðu við seðlabankastjóra að ræða við hitt og þetta í 76 mínútur. Ég held að það sé besta viðtal Íslandssögunar. Já, og það var líka svo gaman eins og hann var að segja okkur bara í Sviss, það er bara allt í gulli undir og svo margt sem að hann er svo klár þessi gaur sko. Já, líka bara svo að fá faglegar útskýringar er hann farin að keyra vextin upp eða ekki, það var gott að fá svöru þessu öllu, það var næs að fá hann. Já, og líka bara hvernig á að breyta $1 í 2, þannig að koma alveg tips. Þannig að sænið ykkur inn á Blökastið á fm95blö.is og fyrir ykkur sem hafa aldrei heyrt þennan trailer. Nei, við ætlum ekki að spila Nei, við spilum hann ekki nú. Steinþór Egil bjóð til rosalega trailer fyrir Steinda og fjármálahotnið hans. Monni trailer fyrir hotnið, verður nú þakkláttur? Ég er ekki þakkláttur, þannig við bjóðum þessi trailer. Hlustundur sem aldrei sæna svona Blökastið aldrei heyrt hann, þannig verður við ekki að gera henni gangi. Og fólk sem sæna sinna Blökastið núna, það mun ekki að heyra hann aftur. Jú. Hann gæti komið en ég gerði sko seðlabankastjóra greiða með að spila hann ekki fyrir það viðtal, það hefur skrítið sko. En hér er trailerin fyrir fjármálahotnið hans Steinda í Blökastinu. Egil kom honum óvart og bjóð til þennan yndislega trailer og Steindi var með puttan í þessu og var svona pína að segja hann hvað hann átti að segja. Það var helviti beðið. Takk fyrir tipsin Steindi. Já, hérna kemur hann, maður sjá. He started with nothing. He was nothing. His
parents didn't give him a goddamn dime. But now, he's the hottest shit in all Iceland. Please welcome Stock Market Stoney. Do you want to be rich like Stoney and have a mansion in Warsaw? Then listen. Hey Gekko, hvað þitt faglega mat? Greed is good. Það svoleiðis. McConaughey, hvernig virkar the stock market? Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. Þú vildi meina að þetta var your finest work eða ekki, þessi Já, það toppaði mig sko. Þú varst ekki að gera mig greiða með þessu, þú veist alveg. Ég veist að þú ert með fjármálahátt, mjög virt fjármálahátt. Já. Veist seðlabankastjóri Já, en býtu, nú ætlum við bara, við ljúum aldrei að hlustum. Þú sagði við mig, má ég gera trailer? Ég sagði, ekkert mál, en hérna ég sendi, getur þú haft þetta money, Það er þarna. Ég býtu, Það kemur money, og ég ætla bara að biðja um að plugga, þú veist, fjármálahotinu. Það er sér að gera. Ég baði ekki um að láta þetta snúast mig og vera að segja eitthvað kæftið En mig. þú ert stock market Stoney. Nei, síðan hvernig er ég það? Þú ert það. Þetta er dagskráliðurinn þinn. Nei, ég er það bara ekki, þú ert það. Ég er ekki að hægt að tala því. You came from nothing, Sem er rétt. sagði hann í trailerunum. Það var rosalega lína. Er það rétt, já. Ég skil bara ekki af hverju þetta þurft að Did you come snúast from nothing? Ég baði hann að snúa, þetta átti að snúast liðin, ekki mig. Já, Money. Nei, persónulega finnst þetta frábært trailer. Mér finnst þetta, ég öskra á hlátri í heyrðan, en svo er bara hræðilegt líka svona eftir á að hann sé svona. Já, þessi, trailer reyndar ekki í blökastana þriðdæðin en eins og komið náðan þá er seðlabankastjóri Íslands í blökastana Það er sko máli, hann er líka gott fyrir fólk hann er í auka þetta, því að þetta er svo langt spjallu hann þannig að við erum með sjó að þriðdæðin og svo kemur extra sem er alltaf spjallið í heild Það er langu þáttur á þriðdæðin, ég held að sé 1,5 tíma eða eitthvað. Já, þannig að tjekkja endilega þessu á fm95blö.is. Hér eftir smástund spurningakeppni Gilsarans. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem væri ykkur FM95 Blö og ég get sagt ykkur það að það er happy hour frá 9 til 11 föstudag og laugardag í Keiluhöllinni, hann hefði ætlað að fá ykkur eitthvað að drikki. Þá myndi ég henda minni í Keiluhöllina og sjálfsögð kaupið 3 pítsur að þá er ein frí. Já, shaken pizza. Og herru, svo var ég líka að senda á búa. Þetta var agalegt, Rúrik kom hérna og ætlaði að parkera bílnum og ætlaði að fá sér beer. Túborg kælinn okkar, tóm. Ég sendi á búa upp í Ölger, bara herru, það gengur ekki að koma hérna gestir og get ekki fengið sér Túborg. Hann ætlar að fylla á hann á mánudaginn. Er einhver maður á Íslandi með meira niður sig en búið akkurat núna? Það er pínu okkur að kenna, ég var ekki búin að senda á hann sko. En líka málið er Richard Getur aldrei að skamma your sponsor. Hann er toppmaður, við þekkja vel. Richard er búin að lauma sér í kælinn sko. Já, og þetta er þráin á bylgjunum líka. Hann er alvöru fyllibita, hann er að koma hérna yfir sko. Þannig að hann ætlar að fylla á Túborg kælinn okkar. Þannig að næsti gestur sem kemur það verður til bjórhandun, það er bara hann. 100%. En það er komið að spurningakeppni Kilsarans. Hvað varst þetta með eitthvað luxus lifestyle? Hefur ekki allt verið áður eða verið hreinskilin? Nei, sko ég hef verið með King of Luxury en nú er með King of Luxury Lifestyle and Luxury Travel. Því að ég er að fara til Sviss á morgun og blöðum til Sviss á mánudaginn. Þetta fólk sem alveg búið að ná því. Þetta er luxury ferð. Og þess vegna hugsaði ég bara, hörðu, við erum með luxury concept þetta. Og ég spáði að byrja þetta bara. Hefur þú farið á virta kvikmyndahátíð? Já. Ekki ennþá. Býtur 1-0 fyrir Stonefucker. Þetta var óvænt. Ég fyrir ekki fyrir Hvað virtu kvikmyndahátíð fórst á? Ég fór á til Feneyja og Toronto og fór út allt með undir treinu. Og varstu Victorious eða? Nei. Skeistu? Nei, það held ég ekki. Ég held að það sé nú alltaf bara viðurkenninga að komist. Skeit í sig upp í sófinn það. Já, ég loði því ég og blöðum að fara að sækina hlepar og skulum ekki vera að mæta heim tómhendir sko. Það er enga lík. Stittan ekki ekki, það er nú hlepari úr gull. Það er eitthvað nótilega gull í Sviss sko, það er ekkert vesen sko. Hefur þú tapað stórum fjárhæðum í kasínó? Já, hvað kallar þú? 2-0 fyrir Stóni. Hvað kallar þú stóru upp að þessum? Já, ég meina þú veist, Það er 100 skall? fyrir the average man er 100k plus k drop myndi ég segja 4 stóra fjárhæðum. Já, þá fáum við báðapunkt. Þá er punktur. Já, ég myndi segja, ég geti sett 500k á þetta þegar við myndi báðapunkt. Ég hef verið með ykkur í kasínó. Nei, ég hef aldrei tapað hann. Gætur þú chillað í Sky Lagoon klukkutímu saman skælbrósandi ferskur?
Hvað er staðan? Ég gæti það líklegast, já já, þetta er bara svo verið lónið. Já, ég hugsa Ég get alveg verið helviti sætt þar. Þú var til að vera hann að segja þú? Já, ég var til það Shit, hvað Það hún gríns, núna bara okkur á milli. Ég ætla að lækka hans í honum hérna. Hvað er hann hérna? Stúðarnastendi. Já, ég er það. Það er eins og hann sé 10 ára. Já. Hann er bara að hlæja inn Hann í er skellur sér. þetta núna. Próf kveikt á Magnum Hass. Hann bara Kveikt á þess að Hörru þetta Það er eitthvað svo mikið að þessu manni Það er bara ótrúlega En þú Steindi? En þú Steindi Ég verði gaman að þessu Ok Elskar að ferðast erlendis og setja geggjaða mynd á grammið til að láta lagamanninum á Íslandi heima líða eins og piece of shit. Það er nú ekki tilgangurinn með myndina. Mér finnst það gaman að ferðast. Ég hef ekki farið erlendis í 1,5 ár. Eina margmið mitt í Sviss út af með öllu tips sem Rúri gaf mér að posta mynd á grammið og ég vona öllu lagamanninu líði bara ég er í vinnunni og hann er bara í Sviss. Þetta þykir ekki vænt living the luxury lifestyle. Já, menn okkar mátta mig bara. Já, það er ekki pælingina með. En mér finnst það gaman að ferðast og setja myndir inn. Jú, ég ætla að setja myndir en þú ert ekki að hugsa ég ætla að láta einhvern líða illa yfir þessari mynd. Það er rosalega skrítin hugsun. Ég sagði líða eins og piece of shit, ekki líða illa. Þú veist alveg að geta allir farið út einhvern tíman, einhvern tíman geta allir komist einhvern út. Og lagamæður svarar þessu, næstu hann fyrir út heima að vinna og bara, veist, á svarinu sem er geggjari mynd. Það er ekki flókið, sko. Er þetta punktur að báða hana? Nei. Ég á raðhús sem að ég dyrka út af lífinu. Já, bara húsið mér dyrka. Steindi á mansion. Það er bara, við þurfum að tala hreint út. Hann á að mansion. Já. Ég get ekki flokka húsið mitt. Þetta bara segðu bara já og ég geði punkt. Já, ég bara, þú veist það eru úlingar út í búð sem er að spurja mig hvernig er þið mansion? Og ég segi, þú veist, ég bara segir ekki bara ógeðslega næs. Nei, þú veist, það er eins og þið látið þetta hljóma eins og ég búi bara upp á einhverju hæð eins og bara Dracula greifi einhver staðar. Þú veist, þetta er orðið skrítið. Já, þetta er flottir götu. Já, þetta er bara mjög flott hús. En sko, ég gerir ykkur báðu punkt. Húsið sem ég Blöð er ekki svona basic raðhúsi, párhúsi, en sko, ég týndist í daginn, ég kitti í kaffibólla, það er Blöð. Það er 4-3. Áttu bréf eða krypto? Já, krypto. Dauðséfti. Það er ekki í brefin. Dauðséfti. En eftir faglega spjalli við Seðlabankastjóra. Já, fólk heitir það bara í blöðkastinu. Ætlar það í brefin eftir það? Ég veit það ekki. Hefurðu gefið 0 fucks og labbað inn í engaþótt á Reykjavíkflugvelli og flóið til Vegas? Þetta, veist það. Já, þetta er 5-5. Ég veit ekki hvort ég hef gefið 0 fucks. Það er svo geðið í Blöð. Gafstu gæjanu sem setti töskurna inn í flugvélina The Finger, þú labbaðir í vélina. Er þetta eitthvað rugglað? Ég var svo spenntur, ég var að deyja. Ég faðmaði hann rugglað, sko. En var þennan dag bara 0 fucks gefin en það hjá þér þegar þú labbaðir inn í vélina? Nei, það var akkurat öðvöld. Ég var svo peppar og spenntur. Ég var svo lítill krakki. Steindi? Nei, ég hef aldrei farið. Alltaf flóið bara commercial. Já. Ég á sögu, sko, sem ég kannski segja ykkur einhvern tímann en ég þurfti að skrifa undir pappir. Var ég búinn að segja ykkur einhvern tímann? Engaþóttu pappir að það? Já. Hvað því það verið að shut your tiny little whore mouth eða? Já, út af því sá sem var með mér í vélunni. Yes, hot celebrity það? Segja ykkur að senna. Getið þið fengið þessu sögu núna? Vá, hvernig fá þessu sögu? Það er aldrei að vita nefnir þá á einhvern tímann. Já, ég er mjög forútin, sko. Sá sem að þegar ég skrifa undir plaggið, það fyrirtæki er dögt í dag. Þannig ég veit ekki hvort það var hægt að kæra með því að segja frá þessu. Því ég þurfti að skrifa undir, ég mátti ekki segja frá þessu. Ég var veislustjóri á fyrirtæki. Ég held sér nokkuð safe. Já, þú varst að veislustjóri á fyrirtæki og þau fyrirtæki baðið að skrifa undir að þú myndir ekki segja hvað gerðist á ásatíðinni. Nei, ég þurfti að skrifa undir, ég mátti ekki segja frá því, ég veit ekki eins og hvort ég skilta mig núna. Ég þurfti að skrifa undir plagg að ég mátti alls ekki segja með hverjum ég flög heim. Yes. Það getur ekki velt steinum í næsta þætti með þetta? Skoðum þetta. Ég ætla fyrst að talk to a lawyer. Það er 5-5. Þetta er mjög spennandi og tvær spurningar eftir. Ertu að baller og hefur verið í business class? Já, ég verið svo heppinn. Stendur þú líka verið farið að labba til vinstri, þú labbaði með flugur? Já, veistu hvað? Labba aldrei til hægri eða? Ég hef aldrei kift mér þangað. Ég var einu sinni, það var laustar og ég fekk að svona tróða mér þangað. Út af þetta hot celebrity? Nei, bara, þú veist, ég held ég að vera veikur með þess að Ég er að fá staðfest núna að Egill er að fara að fljúa í fyrsta sinn á business class á morgun því hann hefur talað þetta látlaust í þættinu. Hann talar ekki manna en hann sé að fara að fljúa á business class. Ég hef aldrei sé mann jafn spenntan. Þetta munar ekki það miklu, sko. Þetta er þægilegra en þetta er samt nánast eins. Ég veit ekki hvað heldur að sé að fara að gera það. Ég er heldur spenntur. Er fyrir þér a day of luxury
bara heill dagur að svo horfur að fólk í Sky Lagoon. Já. Er þetta Þetta er ekki sama spurning á. Ég get ekki mér. Þetta er sama spurning. Hún er ekki eins. Hvernig fór þetta? Ég þarf að svara. Var ekki 5-5. Er það day of luxury hjá þér að starra á blöðrustöði? Nei, að sjálfsögðu er það ekki day. Hvað er það? Það jættilega sérst það. Það vannst út af blöður. Held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Kalle og Hey Gringo. Það er Hey Gringo. Það er námast komið að lokum hér hjá okkur þennan föstudaginn. Þetta er fljótt að líða. Minnst þessu sem nýmættir þessu drenginir. Herru, hvernig gat þátturinn liðið svona satt? Ég veit það ekki, við vorum bara í stuði í dag held ég, sem það. En við munum á blökastið. Það er komið 2 þættir inn og þetta er nýr þáttur þar inn á þriðjudaginn sem að Seðlabankastjóri mætir í spjall fm95blö.is til þess að gerast áskrifandi. Þú getur gert bæði þetta. Það er búin að laga það. Vorum við rosalega könnun líka í þettinum sem verður heldur gaman að heyra hvað hlustundu finnst en svo kostar líka áskrift jafn mikið og 1 bjór sem er skemmtilegt að segja um því. Já, við tókum góða rannsókn á því, ætlum að hafa þetta á sama verð og bjóra á bar. En ef bjórin hækkar, ætlum það að hækka? Ætlum bara að hafa þetta þá bara... Nei, við höfum það sama. En já, það er eiginlega komið hér. Við minnum á Facebook-leikin fyrir leynilöguna. Það kom trailer út fyrir leynilöguna í dag og ef þið farið inn á Facebook og skrifið leynilöga þá getur unnið miða á myndina, úrpu frá 66, rútu af Pepsi Max og rútu af Tuborg Classic. Og þú vil ekki vinna neitt, kíkja á hana trailer því að Hannes Þór Haldursson sem varðið víti frá Messi. Þetta er his finest work, myndi ég vilja menna. Þetta er rosalega trailer. Trailerin er geggjaður. Hann kann að gera trailer. Herru drengir, ég fór á veitingastæðum daginn, ungu strákur afgreiddi mig og bað okkur að vera með þrusu þátt í dag. Ég vil meina að við höfum skilað því. Já. Og hann bað shoutout ef við værum í stuði. Já, gefum shoutout. Hann og félagarnir, einn af þeim átti afmæli og þeir eru á leiðinni út á land í bústað. Hvað er þessi snillingar? Ég tók ekki nafni. Ég sagði bara þetta getur þú fengið sjá. Það er eitthvað lélegast að shoutout sér. Nei, hann sagði þú veist, he knows þetta er bara fyrir hann og þeir eru á leiðinni út á land. Ég ætla líka að gefa shoutout og vildu bara fá smá shoutout í bílinn. Þeir eru í miklum gýr og ég sjálfsögðu til lifur eða því. Ég er að koma álur shoutout. Það er rosaleg fyllibitt að hlusta núna. Það er sko Þetta fyllir betur hafnarferðar. Þetta er Örvar Þór Guðmundsson, hann kallaði Dauðinn, hann er að hlusta núna með... Dauðinn að hlusta? Já, hann hlusta með El Normale sem er 3. besti fastinsæður landsins og hérna... Þetta er 2 toppmenn. Hann er á topp 3. Normale er á topp 3 og hérna... Og þetta er álveru fyllir betur, sko. Gamaldags bara, veist... Þess að fyllibit verður ekki til 50 ár sko, það eru döður sko. El Normale er pottið einn af 3 bestu, alveg 100%, hann er ekki 3. besti. Nei, ég tala um einn af 3. Ég set sko, þetta er Snorri Björn Sturluson, Hannes Steindorsson og El Normale. Þetta eru þessi 3 bestu. Mitt faglega mat, þetta eru gæðir sem eru á toppn. Svanþór Einarsson fasteinasali er up there, tristu mér? Já, þeir setjum hann nummer 4. Hann er pappas jassa. Setjum við top 5. Já, það er rosalegt. Dauðinn sé að fá sér sko, það er stór hættulegt fyrir Hafnarfjarðarbæ, en það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Takk fyrir hlustunum, við verðum mættir hér næsta föstudag eða næsta þriðjudag fyrir ykkur sem eru áskrifundur af blökkastinu. Góða helgi og ég veit ekki hvað ég að segja mér, vil ég vera með eitthvað loka orð? Nei, bara fólk vil tóra á premium content og verið virkur á Swiss og Instagram. Þetta voru ógeðslega loka orð, hafið það gott og heyrumst á þriðjudag eða föstudag.